Já, velkomin að Rauða borðinu. Það margt í þættinum í kvöld eins og alltaf. Aftast í þættinu þá kemur hann Hilmar Þór Hilmarsson sem prófessor á Akureyri til mín og hann var ekki út bók smáríki í Evrópu og ætlum að tala svolítið smáríki og kannski út frá svona öryggismálum í heimi sem einkennist æ meira af átökum stórvelda og náttúrulega í stríði inn í Evrópu. Það koma líka hingað Auður Magdís Auðardóttir og Íris Ellenberger. Það eru starfsmenn í háskólanum og þar svona ágreiningur, lítil uppreist starfsmanna gegn ráðagerðum að setja alla starfsmennina í svona opin vinnurými sem að mörgum finnst óþægilegt og ræðið þær hvernig þessi ákvörðun kemur til og hvort að þetta byggi á vilja starfsmanna eða einhverjum svona hugmyndum hvernig hlutinir ætti að vera. Við höfum rætt vanlíðan fólks í nútímanum. Viðar Halldórsson, félagsfræðingur, hann kemur til okkar og ræðir einmannaleika og hvernig tækniþróunin sem átti að tengja okkur saman kannski að einangra okkur meira og gera okkur meira einmanna. Það verður gott viðtal við Viðar Halldórsson hérna. Við ætlum að heyra aðeins í Jóhannesi Hraunfjörð Karlssyni ástandið í Frakklandi. Það stjórnarkreppa út af eftirlaunafrumvarpi. Jóhannes ætlar að útskýra fyrir okkur þetta hvort tveggja. Hver verður lausnin á stjórnarkreppunni? Líklega þarf Macron að taka upp frumvarpið og hvaða við þetta frumvarp sem að fer svona illa í fólk. Það var borgarstjórnarfundur í dag og sem koma hérna Sanna Magdalena Mörtudóttir og Trausti Breiðfjörð Magnússon og María ætlar að spyrja þau hvað gerðist á fundunum, hver eru átökin í borginni. Og svo kemur Guðmundur Hrafn Arngrímsson og ég ræði við hann baráttu leigjenda hér heima og erlendis. Hann segir okkur alltaf einhverja fréttir þegar hann kemur hingað. En við byrjum á fréttum dagsins og hverjar eru þær, María? Já, það fyrsta fréttin klemman í leikskólamálum. Það voru aftur skipulögð mótmæli hjá foreldrum sem að bíða til leikskólaplásum. Það voru ýmsar tillögur held ég á borgarstjórnarfundinum í dag varðandi úrbætur en ekkert sem að held ég að getur leyst þetta vandamál verulega. Ég horfði á Kastljós í gær. Já, það var einmitt umfjöllun. Ég var engu nær. Nei, einmitt. Árelía Framsóknarkona, ég skildi ekkert hvað hún var að segja. Nei, einmitt. Og hún var að tala einhverja líka tillögur sem að Sjálfstæðisflokkurinn hafði komið fram með. Ég held að meirihluti sé byrjar að taka undir það að greiða foreldrum sem að ekki fá pláss fyrir börnin sín. Já. Greiða þeim fyrir að það sama og myndi kosta að reka leikskólaplássið. Já, og reyna að bæta í eitthvað kerfið fyrir dagforeldra og eitthvað svo leys. Svo kom barnamálaráðherrann og fór að tala lengingu fæðingarorlofs. Við ræddum þessi mál mikið hérna í haust. Einmitt. Við ættum kannski bara að setja alla þá þætti á netið því að það var einmitt að vera að ræða. Það ekki, þetta miklu, þetta mál sem ekki þetta reikna með því að fjölga bara plássum. Leikskólum þolir það ekki. Nei. Svo það líka bara álitamál hvort að það sé endilega þessi við ættum að stefna að hvað við segja, slíta börni frá foreldrum svona afsnemma, einmitt. Já, það ekki sumir vildu halda því fram að það væri bara þjóðhagslega óhagkvæmt. Við fengjum þetta í hausinn aftur því þetta sé ekki gott. Og þannig að krafan ekki endilega svo að hérna eru börnin Reykjavík og reddið plássi þegar ég þarf að komast í vinnuna. Þetta flóknara mál. Þetta mikið flóknara mál og ég meina þetta svona vinnumarkaðsmál bara líka. Þú veist, það þarf að huga því líka bara út frá styttingu vinnuvikunar og öllum þessum vinklum. Það í Svíþjóð held ég að sé þannig að fólk getur krafist þess að vera í hlutastarfi þangað til að barnið ég bara manna, nú minnir mig að það hafi verið bara 11 ára eða eitthvað. Já, það var töluvert og ég held að vinnumarkaðurinn sé ekkert að pæla í þessu. Nei. Hann ekkert að pæla í því hvernig foreldrarnir koma inn á aftur. Ekkert að pæla í því að vinnuafli getur eignast börn. Einmitt. Og að börnin eru náttúrulega mikilvæg. Þannig að við tölum okkur niður á þennan við Rauðaborðið að þetta var mál sem að þyrfti bara að skoða í einhverju nýja þjóðarsátt. Já, svo það líka náttúrulega að hafa, þú veist, svona feminista gleraugun á þessu máli líka því
það er líka, ég meina við erum líka komið með svona nýja tíma þar sem að konum borga fyrir að eignast ekki börn fyrir sent og síðan með þér og Borga fyrir að eignast ekki börn? Já, fyrir að eignast ekki börn svo þær fær ekki fæðingarorlof það borga fyrir það? Já, þú veist þannig að Hvað er það? Nei, bara á svona ákveðnum vinnustöðum skilur erlendis þá er það orðið þannig víða þannig að til þess að halda þeim í vinnu og svo kannski ætla það að fara að reyna að eignast börn yfir 40 og geta það ég vel ekki veist, þannig að við þurfum að huga að þessum málum út frá ýmsum vinklum. Já, við rættum þetta svo mikið í haust og ég er eiginlega eftir hvort að við ekki bara að setja þá þætti bara á vefinu okkur frekar heldur endur tókað aftur. Algjörlega. Af því að stundu gerir það að umræðan hérna í rauðaborðið næri utanum ykkur mál og svo bara þegar aðrir miðlar og umræðan í samfélaginu fyrir að drattast að stað þá verðum við að velta fyrir okkur hvað við erum að gera. Já. Alltaf fyrir við endur takita. Svo er það skýrsla utanríkisráðherra á þinginum varandi í dag varandi varnarmálin þessi nýja skýrsla. Já, hún var nú bara að gefa rapportið ekki til þingsins og talaði það að orkuskipti væri öryggismál og það var fyrsta frétt á RÚV í kvöld var þetta á sjónvarpinu. Já, með orkuskipti. Maður veltaði að byrja okkur þetta því að það eiginlega, kemur bara annarkvæmt dag, þá koma ráðherrarnir fram að þurfa að flýta orkuskiptum og eitthvað fundir. Það er rosalegu þrýstingur frá stjórnvöldum að sannfæra almenning að nú þurfum við að gera stór átak í að flýta orkuskiptunum og sjálfstæðismenn er svo ákafir í þessu að þetta er náttúrulega... Þeir náttúrulega sjá fyrir tækifæri fyrir sig og sína í að græja og... Smávirkjanir sem að þeir hafa verið að kaupa upp virkjuna rétt hér og þar og líka vindorkan og fleira. Þannig að þeir eru náttúrulega grípa það þegins hendi. Já, þó að orkuskipti séu góð og þá er bent á það líka það er að vinna orkuskipti með því að spara orku. Já, en það er eins og núna var náttúrulega Guterres það er allir á svona einhvern veginn að stappa niður fæti og segja, nú er það brannin á tíma þetta gengur ekki, loftslagsváin er orðin svo mikil og þeir verða að fara að drifa ykkur þannig að það er náttúrulega verið að reka á eftir held ég líka en það er spurning samt hvernig þetta er tekla á hinum endanum. Já, það hér er verið að tala um þessi málefni. Lausnin sé svo að virkja og svissa bara um orkuna. Þetta er mjög einat. Ég er í sjálfum sér hvart ef því, menn þetta bara allir hvað aðgengi þeirra að fjölmiðlum bara þetta. Þetta, einmitt. Og við vitum það. Og það bara, þau getur bara að lesa blöðin það sem kemur fram að áhrifa fólk í sjálfstæðisflokknum á mikla hagsmuni inn í vassaflutningi og vindorkunni núna þannig að raunverulega ætti engin fjölmiðlar var að tala við þessa menn vegna þess að þeir eru hagsmunatengdir þeir eru hagsmunatengdir og það er að spyrja sig af hverju láta þeir svona ákaft nákvæmlega og svo er það líka held ég tengist bara vandræðum í ríkisstjórninni vantar eitthvað mál sem að þau geta unnið það saman af því það öll mál eru að sundrast. Já, einmitt. Þau geta verið sammála þetta mál þó kannski á mismunandi forsendum. Þau eru bara að leita að einhverju. Þau eru að leita að einhverju. Getum við fundið eitthvað svona COVID sem við erum sammála. Nákvæmlega, einmitt. Herðu, það kom ný könnun frá Maskínu sem sýnir fylgi stjórnmálaflokkana. Þetta er nú raðað eftir einhverju, ég veit ekki hvað röð er raðað þetta eftir kannski... Þetta er ekki eftir ríkisstjórninni og ekki eftir stærri flokkana. Þetta er ekki stærstur eða efstur. Það er bilið á milli Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins fer vaxandi. Samfylkingin heldur áfram að stækka og Sjálfstæðisflokkurinn, hann er kannski ekki alveg að minnka en ég meina hann er bara fastur hann í 20%, en Samfylkingin er farin að nálgast 25, það er mikil munur. Við reiknum þetta nú á samstöðinni, það er fréttum þetta það sem verður að reikna fjölda þingmannana þá er Sjálfstæðisflokkurinn með 13 en Samfylkingin með 16 það er svolítið mikil munur. Það er svolítið mikil munur, Svo er önnur fréttanna sem er neðar að Vinstri græn og sósíalistar eru jafn stórir, það er fyrsta skipti sem það gerist. Já, einmitt. Það er náttúrulega ég veit ekki hvað gerist þegar sósíalistaflokkurinn mælist eitthvað tíma stærri en VG. Já, hann gerir það með þessu áframhaldi. Já, en Samfylkingin er ekki að sækja fylgi til sósíalista. Nei.
þeir eru að stoppa vöxt Pírata. Ég veist að Píratar til dæmis myndu fá 6 þingmenn ekki betur sem neinum samkvæmt þessari könnun. Og þetta er fyrsta könnunin í mjög langa tíma sem að Píratarnir mælast ekki stærri enn í kosningum í þingmannatali. Annað sem er merkilegt við þessa könnun er það eru allir flokkarnir með þingmenn. Þannig að bæði miðflokkurinn og flokkur fólksins eru inn á þingi. En ríkisstjórnin er kolfallin. Já, og ég held að hún sé líka búin að, finnst þið ekki að hún sé búin að missa svona allan meðbyr í söðunni? Mér finnst svolítið það er komin einhver svona kaflaskil finnst mér í umræðuna og svona, já. Orðið mjög erfitt fyrir Katrín Jakobsdóttur? Ég held að sé orðið mjög erfitt. Það verið gaman að sjá mælingu á traust í gagnvart ráðherrunum. Það er mitt. Maður heyrir það ofta núna að svona fólk bara er að gefast upp á hvernig hún talar. Já. Einmitt. Já, og fólk er farið að svona bara, jæja, getur ekki bara að fara að kjósa. Það komið aldrei þetta hljóð. Herðu, hnífstungumáli í Bankastræti, það bara hafa aldrei verið jafn margir held ég inn í réttarsal og það þurfti að hleypa inn í hollum. Já, bara þjóðfundur. Já, og það var kvartað undan því að það hafi bara verið ein kona lögmaður, allt kallar. En er ekki bara allt kallar sem eru sakborningar? Jú, ég held að voru það ekki allt kallar nema einn kona, nei. Er einn kona í hópnum? Er þetta ekki allt strákar? Jú, kannski er þetta allt strákar. Mér minnir að það hafi verið einn kona, ég er samt ekki alveg viss. Já, kannski hún fengið sér hvern lögfræðing. Já. Það var líka verið að kvarta yfir að það væri bara kallar sem hefur verið valið tilnefningar fyrir Edduna. Edduna, já. Það var ekki bara kallar, það voru einhverja konur. Það var samt mjög mikill munur, sko. Það var eitthvað svona 13-26. Sást það á tilnefningunum? Já, konur allavega upplifðu það margar úr bransanum sko, að þetta hefði, og þetta væri bara orðið ótrúverðugt í rauninni, þessar tilnefningar. Það voru, ég manna að það var kvartað yfir því að Skjálfti sem var leikstýrt á konu, skrifað á konu og hef ekki flengið í nógu með þessar tilnefningar. Það var svar við bréf í Helgu var leikstýrt á konu. Já, en þar fengu leikararnir aukaleikararnir fengu velun. Já, einmitt. Þetta klipparinn sem fekk velun var kallmaður, það var svona, já, ég held að það munaði svolítið miklu hverju fengu velun, kallar versus konur og sannlega tilnæmninga vonulega. Það er ekki hægt að stjórna hverju fá velun, það er vandamáli eitthvað tilnæmningan. Já, vandamáli tilnæmningan. Það er þrengri hópur sem velur það. Ég veit það, einmitt. Ok, það verður að vera... Herðu, já, það var Downs-dagurinn í dag og það var verið að vekja máls á því að Downs-fólk er að hverfa. Já. Það er hægt að rannsaka fóstrið. Já. Veita einhverjum tilteknum litningum. Já, einmitt. Og undanfarið 3 ár hafa allir foreldrar sem hafa fengið þessa upplýsingar hafa kosið það að eyða fóstrinu. Láta eyða fóstrinu, já. Þannig að einmitt. Það er hægt við að það gerist þannig að fæðist engin með Downs-einkenni. Það er ekkit náttúruval lengur. Sem er söknuður fyrir samfélagið. Já, það er það. Við getum ekki ákvörðum fyrir foreldrarna. Nei, ég man þetta var mjög mikið umræðinu hérna fyrir nokkrum árum og var verið að sýna nokkra sjónvarpsþætti þróunina í ýmsum löndum og meðal annars sko voru við framalega í þessum rannsóknum og hérna á Íslandi. Í Bretlandi veit ég líka að það var verið að ítreka það að það yrði að vera svo faglega staðið að því hvernig væri talað og tala við konur, ófríska konur áður en þær færu í þetta tek og eftir og ef það kemur í ljós að það er gangið með Downs-barn. Þannig og ég held að mig grunar að það sé, ég veit svo sem ekki hvernig það er eftir. En ég getum alltaf skipt máli hvernig tala við mæðurnar. Ég held að allir viti hvað þetta er. Já, en ég held að ég farið í svona sko. Ég hef farið í svona og það var ekkit sko, þetta var ekki svona, það var ekkit verið að fræða mig mikið hvað þetta væri. En þú veist alveg hvað er Downs-einkenni? Já, en það var ekkit verið að fræða mig mikið sko hvað þetta væri eða hvort ég hefði valum að fara í þetta tjekk. Það var bara svona, já, þú veist, svo máttu hvort að fólk fari í tjekkið eða ekki? Já, hvort að fólk fari í tjekkið eða ekki, sko. Þannig að það var einhvern veginn bara svona, já, svo getur þú mætt þarna í nakkaþektamælingu þannig 25. klukkan 3, þú veist, og maður bara svona, já. En ákvörðunum hvort þú viljir eignast barnið eða ekki, já.
held ég að viti allir hvað það snýst. Það Nei, ekkert svona hvernig viðmóti var á fæðingardeildinni. jú, þetta er, já, ekki viðmótið á kannski ekki viðmótið á fæðingardeildinni. En það er, það skiptir samt svolítið máli hvernig, sko, að því samkvæmt þessum þáttum sem voru sýndir þarna árið, að þá virtist það skipta máli. Já, þú getur ekki Ég get ekki sannfært þig þetta. Já, ok. Því ég held að bara það vita flestir hvað Downs engin eru, blessunarlega. Já, en það er samt mjög margir sem þekkja ekki fólk með Downs og veit ekki hvað það táknar, sko. En ég meina, það er eitthvað takið ákvörðunum að vilja ekki eignast Downs-barn og að því að þau vissi ekki hvað það var. Já. Og þau héldu að það væri eitthvað. Þú ert að ganga með barnið og þú segir bara nei takk, að ég vil ekki kynna mér þetta, ég trúi þess ekki. Ég held að ef fólk getur ekki tekið þessa ákvörðun með opin augun og kynnt sér málið, þá getur fólk bara yfirleitt ekki tekið ákvörðun með eitt eða neitt, sko. Nei, einmitt. En getur það nokkuð? Nei, ég held að fólk takja þessa ákvörðun bara fullum heilindum, sko. Já. Og niðurstaðan bara þessi. Kannski. Og það er eiginlega gallið við að engi foreldrar vilja eignast barn með Downs-einkenni, en samfélagi vill endilega sé fólk með Downs-einkenni. Já, einmitt. Það er kannski vandinn. Það er kannski vandinn. Það er svona ýmislegt. Já, herðu bílastæði, það er stúdentaráð er að fara að kjósa, eða þeir eru að fara að kjósa í stúdentaráð nemendur og þeir eru bara að skoða bílastæðin. Lættist inn á kampusin. Já, einmitt. Sko, ég sá þessa frétt og ég hugsaði vegna þess að hún var hún Alexandra Ýr. Já, í gær. Hún var að tala að námslánakerfi var að hrynja. Það eru helmingi færri sem að taka námslán í dag heldur fyrir 10 árum. Einmitt. Og það þýðir náttúrulega að það er hægt að virka jöfnunartæki sem við höfðum til þess að tryggja öllum að það getur stundar nám. Já, já. Það er ekki til alveg rannsóknir en við getum eiginlega sagt úr þetta. Að þegar það hefur dregið svona úr að fólk taki lán, að þá er annarkvort eru þeir sem eru fátakari, eru bara á vinnumarkaðinum og þar leðandi að því að námslánin er svo lág, að þú verður að fara út að vinna og þar leðandi færði ekki námslánin, þannig að þú vinnur bara 100% vinnu og ert í 100% námi. Já. Og það er náttúrulega þýðir það að þeir sem eru koma fátakari heimilum verða að hafa það þannig. Þeir verður bara að taka nám eins og þessi kvöldskóla. En þeir sem að koma eru með stuðninga heimann geta verið í námi. Og þetta er náttúrulega, þetta er bara hrikalega staðreyndir sem eru dregnir fram og mér finnst það bara eitthvað, ef að Vaka og Röskva sem eru náttúrulega bara einhverja ungliða deildir í stjórnmálaflokkunum, annars vegar Samfylkingunum og hins vegar Sjálfstæðisflokknum, ætla að fara að rífast einhver bílastæði. Það finnst mér það bara einhvern veginn, ég man það þegar ég var ungur, að þá var bara eitthvað alvöru mál í stúdentapólitík. Þetta er orðið svona þröng hagsmunamæling á þeim sem er í skólanum að geta ekki lyft sér upp fyrir það og skoða svona málinn á okkur stærra samhengi. Ég bara, þá er þetta bara eins og hörðun annarra stjórnmála. Já, en svo það náttúrulega líka bara taka þessi námslána mál föstum tökum vegna þess að þetta er líka fullorðið fólk. Ég meina ég með yfir 10 milljónir í námslánum á bakinu. Já. Og þú veist, ég var aldrei eftir að geta borga námslánu mín. Nei, það er bara hellinga fólki á eftirlaunum sem er ennþá, já. Já, ég meina það, þú veist, ég er ekki að segja allir í að taka námslán, það er bara að leysa þetta mál. Já, þannig að ég er að segja að það er svo margt við þetta námslánkerfi sem að er brýnt hjá fleirum, þetta er ekki bara, snýr ekki bara námsmönnum sem slíkum, þetta er líka bara eftir nám, hvað þá og svo er það námstyrkirna þegar þeir komu, þá var það bara fyrir þá sem að klára náma á réttum tíma. Þannig að þeir sem eru til dæmis þurfa að vera í mikilli vinnu eða geta einhverjum ástæðum ekki klára þeir fá ekki styrkina. Þannig að bara þeir sem þetta ég bara næð þess ekki. Af hverju skiptir það máli? Já, ég segi það. Hvaða máli skiptir það? Já. Akkur á að greiða einhverjum velum fyrir að klára náma á réttum tíma ef einhver annar bara út af veikindu dettur út í eitt skipti eða skiptur skoðun og fór í eitthvað annan nám eða hvað. Ég myndi vilja að stúdenta væri að tala um svona. Svo er líka bara eins og leigan á stúdentagörðum sem að stúdentar reka sjálfur. Hún er bara allt og há. Já, og svo er það líka þannig að ef þú ert inn á stúdentagörðunum
að leigan þar inni námsláninu miða við þú sért á stúdentagörðunum sem að bara brot kemst inn á. Þannig hinir eru raunverulega að fá námslán sem að duga bara fyrir leigunni. Já. Svo er það líka svo er líka bara harðar reglur inn á stúdentagörðum. Þú veist, það er svo margt í þessu. Já. Þannig að Við reyna kannski að tala því að það eru svo kostingar. Kannski fáum við eitthvað fólk en vinnanum ekki að tala við á bílastæði. Nei, við viljum tala alvörumál. Já, herðu, við höfum talað bankakrísuna í marga daga. Ættum að vera að tala, það er náttúrulega fullt af fréttum af því. Það eru bankar í Bandaríkjunum sem eru að skjálfa. Það eru skuldabréfamarkaðurinn í Asíu er alveg upp í lofta út af þessu sem við útskýrðum í gær, með AT1 skuldabréfin sem voru látið falla. Já. Og svo Svisslendingar hafa bannað alla bónusgreiðslur til bankamanna. Þannig það er margt í þessu, en hann kemur hérna morgun, hann Ásgeir Brynjar Torfason, að því að morgun er svona mikill úrslitadagur. Þá er bæði teknar ákvarðanir vexti í Bandaríkjunum, sem eru náttúrulega leiðandi það, og svo á Íslandi að koma, maður ekki hvort kemur undan. Hann ætlar hann ekki hækka aftur stýrivextina Ásgeir? Ég myndi spá því, hann myndi hækkað og svolítið rösklega, sko. Það er kannski, það er svona líklegra, af því að hann Seðlabankinn upplifir hans í einn að berjast við verðbólgu og honum byrja lagaskylda til þess að hækka vexti. Þannig að það er allt sem, það er engar góðar fréttir komið að verðbólgunni síðan töluðu síðast. Nei, sem miðað við hvernig þeir töluðu þá var að tala svona 0,75 jafnvel 1% hækkun. Og hvers vegna gerir ríkisstjórnin ekki eitthvað og setur á legu bremsu eða gerir eitthvað? Getur ekki komið sér saman um þetta. Nei, þess vegna eru það að reyna að búa til eitthvað svona átaksmál til þess að selja þjóðinni. En það er talað að í Bandaríkjunum sé frekar muni málið snúast að hugsanlega verði vextir jafnvel ekki tekkaðir vegna þess að hækkun vaxta er að valda svona krísu í bankakjörum sem að getur í sjálfum sér leitt til jafnmikill að svona hægt jafnmikið á efnahagslífinu og vaxtahækkunum myndi gera. Vonandi ræðum þetta morgun. Vonandi hefur það áhrif á ákvörðun Ásgeirs. Þú vilt ekki hækka vexti? Nei. Viltu bara fá verðbólgu? Nei, ég vil bara fá helvitis leigubremsu. Já, einhver aðgerðir. Ég vil fá aðgerðir frá ríkisstjórninni. Þetta er ekkert hægt. Eyði húsnæðiskerfinu. Nákvæmlega. Þau hafa alls konar möguleika. Þannig að þá kemur hérna eftir við erum búin ekki. Þannig að þá höldum við áfram að tala húsnæðismálu því að Guðmundur Hrafn Arngrímsson kemur hérna inn og segir okkur fréttir af baráttu leigjenda eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, samtal á sunnudegi og helgispjall. Leigumarkaðurinn sem er náttúrulega í steik á Íslandi en Guðmundur Hrafn Arngrímsson hann er formaður leigjendasamtakanna kemur hingað og segir fréttir bara frá öðru löndum. Já, ég er alltaf eitthvað að gruggi í þessu og lesa stöðu leigjenda annars staðar til þess að bera okkur saman við á hvernig gengur og hvað leigjendur eru að fást við. Já, ef ekki bara taka rölt heiminn og byrja í Bretlandi
Jú, við sögðum frá því... Móður ríki nýfrjálsíkjunar? Jú, við sögðum frá því á samstöðunni fyrir viku síðan að samkeppniseftirliti á Bretlandseyjum ætlar að taka til skoðunar leigumarkaðinn, það sé stöðu leigjenda á leigumarkaði á bæði Skotlandi, Wales og Englandi og líka framistöðu þeirra sem er að byggja húsnæði. Það er að segja athuga með framleiðslu getu þeirra og framleiðu hvernig standi á því að það sé ekki verið að framleiða húsnæði fyrir fólki sem býr þarna. Akkur virkar markaðurinn ekki? Já, bara akkur virkar hann ekki og þarna ætla þeir að líta á bæði svona upplifun leigjenda, hvernig þeim gengur að finna heimili og hvernig þeim gengur að leigja og ekki síst svona varðandi flutning og upplifun þeirra af aðstæðum sínum og ætla að skoða þetta svona í neytendasamhengi, bara hvernig er komið fram með leigjendur sem neytendur og þetta er frumkvæðisrannsókn sem að kemur út af bæði ástandinu og orðræðinu það að staða leigjenda á Bretlandseyjum, sérstaklega í Englandi, er afleitt. Hún er þó betri í Skotlandi og það eru kröfur að staða þeirra eða það er bæta stöðu leigjenda í Wales. Þannig að þetta er það er mikið hreyfing á þessu. Og svo ætla ég líka að skoða byggingamarkaðinn vegna þess að það hefur verið mikill brestur á því að fasteignafélög eða byggingaraðilar séu að framleiða nógu mikið húsnæði og það á að athuga hvernig stendur á þessu og sérstaklega ætla að athuga með hvernig sum félög, stór fasteignafélög sankaða sér jörðum og löndum og lóðum og byggi. Svona blikastaðalöndum. Já, og eru svo ekki að framkvæma og þetta á að athuga með samkeppnisstöðuna og samkeppnisáhrifin af þessu og þetta rímar svo allt saman. Ég er búin að vera að lesa þessa rannsókn bæði fréttir og svo svona skýrstöndar frá samkeppniseftirlitinu, þá rímar þetta bara eiginlega fullkomlega við svona ástandi hérna heima. Þetta er búin að senda á samkeppniseftirlitið hérna heima, hvort þið viljið fara út í svona rannsókn? Ég held að sé fullt tilefni þess og þetta ætlum við náttúrulega að skoða í leyndarsamtökunum hvort að við sendum ekki erindi á samkeppniseftirlitið og óskum eftir því að þeir skoði stöðuleigjenda og ekki síst hvernig svona framleiðni og framleiðsla á húsbyggingamarkaði er. Því að þarna virðist vera víða pottur brotin og það er bara jákvætt að sjá, eins og segir, í svona móður allra nýfrjálshyggju í Englandi að fólk í því rými skuli koma fram með svona tillögur. Það er bara mjög jákvætt og svo hafa stjórnvöld líka í Bretlandi hafið vinnu sem við höfum reyndar rætt hérna í leyndarsamtökunum, hafi vinnu við svona samráðsvinnu við að reyna að koma upp kerfi þar sem að leigusölum gefin svona engun þar sé að þá styrkja leigjendur í því að reyna að gefa svona leigusölum svona ákveðin ummæli og svona reyna að tryggja gæði og gera það með öldra fyrir að klaga vonda leigusala og það virðist vera í svona löndum eins og Englandi eru margir svona hreysisrókar sem að nýta sér leigjenda. Í Skotlandi er staðan skárri, þar er náttúrulega skoski þjóðarflokkurinn er svona sósíaldemókratískur flokkur á upplagi. Já, það virðist vera svona tölver mikil svona samhugur í hjá skoskum almenningi og virðist vera svona þverrpólitísk sátt að bæta stöðu þeirra. Hún hefur verið talin afleitt að það hefur rakað mikið stöðu leigjenda í Skotlandi svona síðasta áratuginn eins og víða í Evrópu og nú hafa þær ákveðið að þessi leigubremsa sem þið sett á núna síðastlega haust sem var algjört bann við öllum hækkunum á húsalegu. Það er að segja að leigubremsa var bara 0% og hún gilti í 6 mánuði og nú verður henni framlengt aðra 6 mánuði og mjög líklega 6 mánuði viðbót en það er búið heimila 3% hækkun á almennu markaði.
það eru sérstakir samningar milli stjórnvalda og þeirra sem reka félagslegt leiguhúsnæði. Þetta eru stóra sjálfseignarstofnanir og það eru sérstakir samningar. Ég gat ekki séð hvort að þeim að vera heimiluð einhver hækkun eða hvort það sé mismunandi milli félaga, kannski færða eftir hvar þau reka sína leigueiningar, en það eru sérstakir samningar, þannig að þetta gildi bara fyrir einkareikin leigumarkað. Áfram verður uppsögn á leigusamningum óheimil nema í undantekningatilfellum þar sem að leigjendur sýna af sér bara hættulega hegðun eða brjóta ítrekkað og mikið gegn ákvæðum leigusamninga. Leigusalar þurfa áfram að sækja heimil til hækkunar. Jafnvel þó að leigubremsan hljóði upp á 3%, þá þarf leigusalinn að sækja að fá að hækka þessi 3%. Hann getur sótt að hækka meira, allt upp í 6%, ef hann sýnir fram á að til dæmis tryggingagjöld eða þjónustu sem að hann veitti leigjandunum, sem er þjónustu sem er skrifin í leigusamningin, ef hún hefur hækkað eitthvað umfram þessi 3%. En vaxtagjöld? Nei, ekki vaxtagjöld. Það eru bara þjónustugjöld og tryggingar. Þannig að þetta eru svona þessar heimildir að hækka umfram þessi 3% og allt upp í 6%. Þannig að það má ekki velta auknum fjármagnskostnaði skuldur að leigufélaga út til leigjanda eins og gert hér, eins og Almar ekki allir þess. Nei, og hérna náttúrulega mega félögin hækka bara eins og sýnist við hvern einustu samningsskipti og svo leggjaðu þessa vísitölu á í hverju mánuði. Nú, húsalega hefur hækkað í Skotlandi 25% frá 2010. Frá 2010? Já, frá 2010. Það er nú ekki mikið. Nei, en það er eiginlega bara sama á verðlag í Skotlandi sem eru hækkað tæplega 25%. Nú, að meðaltali er húsnæðiskostnaður leigjenda, til þess að setja þetta í samhengi viðbragð skotskra stjórnvalda við neyð leigjenda í Skotlandi, að þá er meðaltals húsnæðiskostnaður leigjenda á einkareknum leigumarkaði 26% af ráðstöfunartekjum og 24% á félagslega reknum leigumarkaði. En hérna er hann kringum 40-45%. Og ekkert greitt ekki til neitt aðgerða. Nei, og þetta eru svona mjög svona fálætiskendar tillögur sem koma fram. En við ættum eiginlega að fara að rannsaka íslenska stjórnmálamenn hvort þau finnir til samhygðar eða samkjöldar. Já, það er ágætis rannsóknarefni held ég. En þetta er svona til þess að sína hvernig brugðist við þrátt fyrir að skorski leigjendur hafa ekki þurft að upplifa þróun á leigumarkaði eins og íslenski leigjendur og þá bregðast stjórnvöld við og það er til dæmis núna komin fram áfangarskýrslur í stórri vinnu sem heitir New Deals for Tenants eða svona nýtt samþykki eða nýjir samningar fyrir leigjendur sem eiga að koma fullu til framkvæmda vorið 2025 og þar er talað að þá verði komið mjög öflugt og stíft regluverk allar hækkanir og upphafsleigu og lengd samning og þess að þar. Það er allar áfangaskýrslu komnar út og nú er þetta svona í samráðsferli og þetta fer inn í þingið haustið 2024 og væntanlega verður lögum vorið 2025. En það er mikil þverpólitísk og svona samfélagsleg sátt þennan samning sem að Nicola Sturgeon svona ítt úr vör og þetta er svona eiginlega svona hálfgerð þjóðarsátt leigumarkaðinn talað og það er mjög forvunlegt að lesa þessi plögg vegna að þarna er talað þessa brýnu þörf á því að regulera leigumarkaðinn og verja leigjendur fyrir sjálftöku og líka til þess að koma veg fyrir spákaup á fasteignamarkaði. Þannig að þetta eru tillögur sem að ég hvet íslenska stjórnmálamenn til þess að skoða og sækja sér innblástur. Við sittum við rauðaborðið, í Noregi er flokkur sem heitir Rautt. Já, þau voru að leggja til að það yrði bara frist sama, að það yrði fristleiga í Noregi. Já, þeir hafa... Það náði ekki í gegn. Nei, þeir börðust mikið fyrir þessu og þetta fekk tölvöld mikið pláss í fjölmiðlum og í samfélagsumræðinu. Þeir nuttu liðsinnis græningja, held ég að þeir heiti flokkurinn á norska þinginu. Og svo flokkur sem kallar sig SVAF sem er svona social venstri. Það er svona
sósíalískur þjóðaflokkur. Já, og þetta voru þessi 3 flokkar sem að héldu þessu á lofti þinginu, en þetta var lagt fram af Rött og en þetta náði ekki fram að ganga, en þetta skapaði miklu umræðu. Vel að merkja séreignarhlutfall á húsnæðismarkaði einna allra hæst í Evrópu í Noregi. En það var Norðmenn styrt húsnæðis uppbyggingu eða íbúðakaup almennings áratugum saman. Það eru sterkir sjóðir og niðurgreitt lán til þess að almenningur eigi efna og eiga húsnæði. Já, og nú hefur orðið eitthvað rof, en þetta voru einmitt svona... Það er stefna sem hefur síðan brostið og þeir eru að lendi vandræðum. Já, þeir eru að lendi vandræðum. Leigumarkaðurinn er lítill, en þetta voru akkurat einmitt svona andsvör stjórnarflokkana og líka annara úr stjórnarandstöðunni, svona hægri flokkana, að styrkja en frekar fyrstu kaupendur og ít og byggja undir þessa séreignarstefnu. Sem við heyrum svolítið hér. Já. Það er ekki verið að styrkja leigjendur til þess að hanga á leigumarkaði, það er frekar að styrkja fólk til þess að bjarga sig frá leigumarkaði. Já, það er svona... Þetta er ekki orða alveg svona, en þetta er eiginlega meiningin. Já, en það var kannski bótumáli eða eitthvað því myndur kannski virka. Já. Ég var að rekna saman daginn að hluteldalánin sem að hafa nú verið virki í 2 ár, að þau hafa nýst það bil 1,5% leigjenda. Já, og bara gengu aðeins út í upphafi en ekkert eiginlega á síðast ári og seinni hluta síðast árs ekki neitt. Nei, og líka... Það er skammar að ráðherra sem ennþá vísi þetta sem aðgerir ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum. Þetta bara virkar ekki. Þetta virkar ekki og það kom nú ákveðt greining frá HM hvaða aldurshópar þetta væri sem hefðu hlotið þessi lán og þar sá maður þessi stóru aldurshópa leigjenda voru þar í miklu minni hluta, þannig að til þess að telja, við gátum séð rauntölur á hversu margir í hverjum aldurshópi höfðu fengið hluteldarlán og þá reiknum okkur til að það hefur verið svona kringum 1,5% leigjendur sem hefur getað nýtt sér þetta. Þannig að áhrifaleysi hluteldarlánana gagnvart leigjendum er eiginlega algjört. Nú, Norðmenn eða samtök leigjenda í Noregi, þau eru að fara svipaða leið eins og ég nefndi hérna áðan varðandi bresk stjórnvöld. Nú hafa þau samvinnu við samtök leigusala og skipulagsyfirvöld í Oslo og það sem er kallað statssekretær í Noregi. Ég veit ekki alveg hvaða embætti það er, hvort það sé eitthvað svona fulltrúi stjórnvalda. En þau er búin að stofna hóp í umboði stjórnvalda til þess að vinna einmitt að þessu að búa til svona eftirlitskerfi gagnvart leigusölum til þess að hjálpa þeim sem er á komin á leigumarkaðin til þess að fóta sig og til þess að svona gera sér svolítið grein fyrir hvernig og hvert þau að leita og hverju með að treysta. Að það verður sett svona kerfi sem að skráin yfir leigusala og hvernig þeir hafa svona staðið sig sem leigusalar. Ég man nú eftir að það var hópur leigjenda sem var í svona baráttu í Noregi að þau tóku mynd af honum þarna sem á Hemsteðin og teiknuðu á hann svona horn svona eins og hann verið djöfullin og svona voru með svoleiðisplagott. Það er eina aðferð fyrir að gefa leigusölum einhvern að teikna á horn. Já, en ég sá umfjöllun í þýskum miðlum þar sem að hann er að fara að þreifa fyrir sig á þýskum fasteignumörkuðum. Hann heitir Íver Thorsen eða eitthvað svoleiðis, þessi maður. Og þar óttast þjóðverður hann bara eins og djöfullin sjálfur, virðist vera. En hann kom hingað með fögnuðunum hérna, vegna þess að það er skömminni skárri en Alma. Já. Hann hækkar ekki hérna ört. Þannig að... Nei. En maður heirt bara fólk segja það sé minna kvartað undan honum heldur en Ölmu. Já, maður er ekki en hann þykir vera djöfullin sjálfur í útlöndu. Það segir kannski hvernig staðan á íslensku leigumarkaði er. Að sá sem er teiknað sem djöfullin sjálfur í öðrum mörkuðum virkar hér eins og engill. Já, í samanborði við þá sem eru sko. En hérna... Herðu, þú sagðir daginn frá húsnæðisfrumvarpi á Spáni sem var... Það hefur verið samþykkt. Nú, og hvað græða leigjendur á því? Þeir koma til með að græða alveg helling á því. Þetta fer fyrst og fremst svona þessar valdsheimildir eða lagaheimildir fara fyrst og fremst til hérastjórnana. þar sem að þeim veitt þess að heimild til þess að við höfum talað með ofta aður að skilgreina húsnæðismarkaði undir álagi og þá geta það sett ákveðna reglur sem að gilda 3 ár í senn
og það eru reglur leigubremsu, leiguþak eða viðmiðunarverð, þau geta sett viðmiðunarverð. Nú, þau geta líka sett reglur lengd leigusamninga, ákveðna tegund leigusamninga í þéttbýli. Það er að segja að þeir geta gilt til alltaf 11 eða 13 ára. Þetta eru svona helsta í þessu frumvarpi. Og svo líka ætlaði að setja auka skatt eða þeir veita sveitarfélögum heimil til þess að skattleggja auðar íbúðir 50% álag á fasteignaskatt og ef að þessar íbúðir eru búin að auðar í 2 ár þá er 100% álag og ef þau hafa verið auðar í 3 ár þá er 150% álag á fasteignaskattin. Þannig að það er verið að koma í veg fyrir það að þessar íbúðir standi auðar og svo ætlaði líka að skylda sveitarfélög til þess að skilgreina lágmarkshlutfall af landsvæði sínu undir húsnæði og setja þeim svona hámarks söluverð á landi undir húsnæði. Það með ekki vera að selja lóðurnar og uppbóði til þess að fjármagna sveitasjóð eins og er gert hér. Já, þetta er akkurat til þess að koma í veg fyrir það. Herðu þau að fara til Póllands? Já, við skulum skella okkur til Póllands, enda tilefni til og þetta er svona eitt af þessum löndum í Evrópu sem ég skoðað lítið, enda er leigumarkað á Póllandi gríðarlega smár. Eins og er víða í Austur-Evrópu, það er mikið það eru flesti sem eiga húsnæði. Já, og svo eru mikið af samvinnufélögum og mikið af svona húsnæði eigu sveitafélag og ríkis. Það kemur fólki ótt og óvart sko, þegar þetta er svona fyrir Sovjetið, hvað það eru margir sem eiga húsnæði. Já, ég las fyrirsögn á frétt í morgun þar sem stóð að einkarekin leigumarkaður í Póllandi hefði stækkað 40%. En er þó bara komin í 0,93% af öllum leigumarkaðum, ekki af öllum húsnæði heldur af öllum leigumarkaði. Þannig að þetta er Hitt er í sveitafélög og já, og samvinnufélög, ríki, sveitafélög og sjálfseignarfélög og svo eru félög sem eru í eigu bæði fjárfesta og sveitafélag eða ríkis er svona þessi samvinna. En eiga BlackRock og félagar ekki eftir að labba bara þarna yfir og kaupa þetta saman? Nú, það er nefnilega eitt sem mjög forvindilegt í þessu. NREP sem er stærsti fasteignasjóður á Norðurlöndum og aðal svona spekulanti þar og fulltrúi þeirra kom hérna í boði borgarstjórans í vor til þess að segja og sýna borgaryfirvöldum hvernig er best að haga húsnæðisuppbyggingu. En hann er fyrirverandi fjármálaráðherra í Finnlandi og borgarstjóri í Helsingi. Hann fer fyrir þessum sjóði núna og þeir settu metvíst. Ég kann nú ekki alveg á þessa svona fjárfestingarsjóði en þeir settu met í að safna fjárfestingafé til þess að fara inn á pólskan leigumarkað núna í haust. Og ég var að lesa fleiri fréttir bæði frá Eystrasaltsríkjunum og Englandi hversu fýsilegt það væri að fjárfesta í leiguhúsnæði í Póllandi á einkareknum leigumarkað og sérstaklega ljósi húsnæðiskrísunar í Póllandi sem kom í kjölfar þess að milljónir úkraínumanna fluttuðu þangað inn. Þannig að þarna eru fjárfesta með búin að eiga þess ætla að græða á neyð flottamanna og sem og húsnæðisneyðin sem kemur í kjölfarið yfir pólska íbúa. En ég las í sömu fréttum að Pólverjar í auknum mæli farnir að horfa til Spánar og þeir eru farnir að kaupa þar húsnæði og flytja þangað sérstaklega svona til Norðurspánar. Það voru fréttir það að hlutdeild þeirra í fasteignaviðskiptum á Spáni séu orðin níunda algengasta þjóðverðin sem kaupir húsnæði á Spáni og sérstaklega í svona í dreifbýlissvæðum á norður Spáni. Því að þeir eru hreinlega bara að flýja svona krísuna. Það eru ódýrt húsnæði sem er hægt að kaupa og þangað eru þeir að flýja í stórum máli. Í Baskarlöndum og Galísíu? Já, þeir hafa talað mikið að það er mikið til Aragon. Og hlutdeild þeirra hefur aukist á einu ári yfir 200%. Þannig að þetta er einbirtingamyndin af því að það er að verða alltaf erfiðara að fóta sig á pólskum fasteignamarkaði. Þannig að þetta hefur mikil áhrif á lýðfræði
hvernig fasteignamarkaðar eða húsnæðismarkaðar eru að þróast og ekki síður á heldur en bara svona persónulega á fólk. Herru, Guðmundur, takk fyrir að koma með leiðandafréttir. Við ætlum að snúa okkur að öðru og það var borgarstjórnarfundur í dag og María ætlar að fá þau Sönnu og Trausta til þess að segja hvað þar gerðist, hver átökin í borginni eftir augnablik. Já, hingað eru komnir borgarfulltrúar Sósíaldemókrataflokksins, þau Sanna Magdalena Mörtudóttir og Trausti Breiðfjörð. Þú eru velkomin. Takk. Heyrðu, hvað nú að gerast í borgarmálunum? Þið voru að koma af borgarstjórnarfundi, ekki satt? Það var mjög margt að gerast og dagurinn byrja á því að börn og foreldrar þeirra mættu okkur, börn sem eru ekki á leikskóla. Já, börn sem eru ekki að fá leikskólapláss. Einmitt. Og þannig að það var svona fyrsta mál á dagskrá sem við ræddum, að það var til að Sjálfstæðisflokksins að þau vildi efla leikskólakerfið með 4 aðgerðum og það var ein af þeim aðgerðum var að það ætti að fyrir tilraunaverkefni þannig að börn myndi byrja fyrir skóla, rauninni 5 ára, til að losa á leikskólanum. Og það er einnig að efla dagforeldra og svona aukastuðning við sjálfstætt rekna skóla og skoða svona heimgreiðslur. Og við sósíalistar vorum að benda á svona mikilvægi þess að við förum að rótinni, að við séum að tryggja góð kjör, laun og starfsaðstæður. Að leikskólar hafi allt sem þið þurfi til þess að geta sinnt góðu starfi, þannig að það þetta spilar inn í þarna, varðandi bara mönnun og svona. Og settum við í samhengi við að í desember á síðast ári að þá var samþykkt meiri hlutin komið hagræðingartilu að í rauninni veita það verið að lækka fjármagnin sem fyrir tækjakaup til leikskóla, þannig að svona hljóð og mynd fari ekki saman ef við erum að tala um að þarna sé mikilvægast að starfi heimi með framtíðinni, en svo er einhvern veginn verið að skerða fjármagn til leikskólana. Og náttúrulega, já, svo er spurning hvernig kjaramálin verða líka á næstunni, af því
það þurfti nú mikið til hérna þegar Efling var til dæmis að semja við borgina síðast að það eru hækkuð laun. Það þurftu verkfallsaðgerðir og standi í stappi. Þannig að já, þetta en fylgdust þið með Kastljósinu í gær? Já, það var mjög athyglisvert. Það er aldrei mikið, sko, þú veist, eins og þegar að vera að tala stöðuna, þá finnst okkur eins og fulltrúar meirihlutans sé oft svona útskýra og tala aldrei mikið fortíðina og reyna svona útskýra af hverju staðan eins og hún en ekki svara spurninginni hvað ætlum að gera. Já, það svolítið verið bara svona blásarík í augu fólks, sko, með því að útskýra þetta rosalega flókin staða, við þurfum kannski að laga þarna innritunarkerfið eitthvað og við þurfum að, en hérna, já, eftir sem áður ekkert svona, þau eru ekki með mikið af tillögum og núna eins og bara fagna sko tillögum frá Sjálfstæðisflokknum sko, eins og þeim hafa ekki dottið neitt í hug sjálfum áður. En svo kom fram að borgarstjórnarfundi og þau væru svona, þú veist, þau samþyktu að skoða nánar til Sjálfstæðisflokksins en samt voru þau einhvern veginn að gaggrina Sjálfstæðisflokkin fyrir að leggja fram svona tillögur sem að væri svona eins og skyndilaus sem myndi ekki virka og við sósíalistar gátum ekki tekið undir þetta allt saman því við viljum ekki ít undir frekari einkavæðingu en okkur finnst þetta eðlilegt að skoða bara stöðun og mæta þú veist barnafjölskyldum núna því við erum einhverja svona framtíðarsýn sem ekki að virka þá þurfum við þetta bara að mæta foreldrum á þeim stað sem þeir eru núna. Já, einmitt. En já, svo voru fleiri mál rædd, ekki satt, þið voru að ræða myndavélamálin. Já, það var svakalegt bara hvað voru að sjá þarna. það var sérst að tala myndavélamáli, að setja upp myndavélar. Setja upp myndavélar þarna nýri í kringum Hörpu. Já, meðan hans í þeim tilgangi að fylgjast með mótmælum, mögulegum hörðum mótmælum eins og það var orðað. Já, og þá í tilefni þess kannski fyrst og fremst að þjóðarleiðtogar eru að fara að heimsækja Evrópu. Já, en þetta væri samt ekkert sett upp tímabundið, þetta náttúrulega, það var gert ráð fyrir þetta samið til 5 ára, en svo var lögð fram breytingartillaga á fundinum sem að Píratar hafa væntanlega komið einhvern veginn í gegn af því að þeir voru svolítið uggandi yfir þessu skildismanni og þá samið til 1 árs í senn og samkomulega endurnýjast árlega ef því ekki sagt upp með 2 mánaða fyrirvara þannig að það var svona kompromísið sem að komist að sko. Svo lögðum við fram málsmeðferðartillögu sósíalistar að málinu yrði frestað og meðan yrði þá kannað hvað áhrif þetta mál hefði á mannréttindi, friðhelgi einkalífs og allt það sko og 2 Píratar kusu með því sem er bara mjög sérstætt að sjá í borgarstjórn ég held að Sanna verður aldrei séð þetta gerast það Nei, þetta hefur ekki ástæðst af mínum borgarfulltrúa tíma. Já. Þannig að já, það er svona Þannig að þetta er alveg tíðindi. Já, þetta er svona tíðindi og maður er alveg búin að vera var við það svona sístu dag að það er búin að vera smá titringur út af þessu já, og jafnvel meirihlutans líka sko, það eru svolítið svona þegar komist að þessari lausn að endurnýja þetta árlega en það er nú ekkit mikil breyting samt tilgangurinn er svo sami, myndavélarnar verða settar upp þannig að já, það er svona þannig sem þetta fór sko. Er búið að kanna eitthvað, þú veist, hafaðu farið í eitthvað að kanna sko, til dæmis eins og persónuvernd og annað, persónuverndarsjónarmið og annað? Nei, það var lagt til þarna að það yrði gert sko, en þau ætla samt að setja myndavélarnar líka. Þannig að hvernig er hægt að samþykkja þetta sko án þess að vera búið að kanna þetta? Nei, þess vegna vorum við myndið að leggja fram að bara við myndum fresta þessu og meðan þangað til þessi vinnunin en annars er kannski verið að leggja út í kostnað og vinnu við eitthvað sem reynist svo ólöglegt. Já, nákvæmlega. Mjög sérstakt sko. Og líka við erum búin að vera kafa daldið ofan í bara rannsóknir einmitt þessar eftirlitsmyndavélar og svona alls konar áhugaverðar rannsóknir sem að koma þar og til dæmis eins og sko þó að það sé verið að setja upp svona myndavélar að það sko eykur ekki endilega ásamt sko líðan þá íbúðan á svæðinu að þú finnir fyrir meira öryggi. Þannig það er einhvern veginn kannski ef það er verið að koma með fleiri svona tækja þá geta ítt jafnvel undir meiri svona upplifun á hættu þú einhvern veginn hugsar að þurfa einhvern veginn alltaf að vera fyrir sjá eitthvað svona mögulega hættu sem geta átt sér stað þannig að bara mjög athyglisvert að kafa dálítið ofan í bara rannsóknir á þessu sviði og bara sérstaklega þegar við erum kannski fann að reiða okkur dálítið á þetta til þess að svona kannski
ná að leysa mála þá einmitt kemur spurningin, við þurfum að vera vissum að þessi sem við sjáum á myndavélinni sé pottitt manneskjan sem við erum hérna að fara að banka upp á hjá eða eitthvað svoleið sko, þannig að alls konar spurningar sem vakna. Já, og eins líka þetta með að safna upplýsingum sem sagt af svona andlitum og annað sem núna Svo ekki annað hægt en að tengja þetta við þá vegferð sem að dómsmálaráðherra á núna og í samstarfi við lögregluna. Það verið að fara koma í gegn forvirkum rannsóknarheimildum og rafbyssumálið og núna vill lögreglan setja upp myndaðalar vegna mótmæla sem að manni finnst mjög svona sérstakt viðhorf gagnvart mótmælum. Þannig að við erum á leiðinni áttina að einhvers konar svona meiri einhverjum fasisma. Sko, við horfum í kringum okkur, löndin í kringum okkur, eins og í Bretlandi sem að sjálfstæðismenn líta mjög gjarnan til íhaldsflokksins hvað þeir eru að gera þar og þar er verið að fara hálfpartinn banna mótmæli, það eru frumvarpar á lokametrum þar sem myndu banna það sem er kallað HR mótmæli og leitarheimildir lögreglu mun aukast til muna, þeir geta leita á mótmælendum og bara stöða mótmæli nánast eftir hendisemi sko. Þannig að maður óttast að við séum að fara sömu leið og Bretarnir að fara á íhaldsflokkurinn í Bretlandi og þegar sjálfstæðismenn líta mjög gjarnan til þess flokks. Þannig að þess vegna fannst okkur líka mikilvægt að stoppa þetta áður en að færi snær því skrefum. En nú er sjálfstæðisflokkurinn ekki í meirihluta? Nei, en yfir dómsmálaráðuneytinu og lögreglan kemur með hennar rökstunning, þannig að manni finnst þeim mjög sérstakt að borgin sé einhvern veginn að ganga með í þessa vegferð. Það er mjög sérstakt. Stakku á þessa lest. Já, mjög sérstakt sko. Já, einmitt. Herðu, þið hafi verið með fleiri tillögur. Þið lögðu fram tillögu sem að útrýma heimilsleysi. Já, lögðum hana fram og henni var sem sagt vísað til velferðarráðs og ætlum bara að íta eftir henni þar en við horfum til Helsingis í Finnlandi og hvað Finnland er að gera þar í sambandi við heimilsleysi. Það voru sett markmið það að útrýma því og eins og staðan er núna þá mun það takast árið 2027 og það hefur verið gert með að byggja rosalega mikið magna félagslegu húsnæði og vera með aðstoð fyrir fólk sem er að koma á götunni og við lögðum fram að það er gert hér líka. Svörin sem við fengum voru kannski við því sem átti búast að borgin sé að standa sig betur en önnur sveitafélög sé að standa sig rosalega vel og verið að fara hún einhver svona tæknilega atriði að þú veist borginni með þetta mikið að félagslegu húsnæði, ekki þetta eins og sagðir og eitthvað svona en kjarnin var bara þú veist ef það er vilji fyrir hendi þá getum við alveg gert þetta. Þannig að þau ætla allavega eitthvað að skoða þetta og bara, vonum að það veri gert. En það var mjög sérstakt sjónarmið sem kom fram frá einum fulltrúa meirihlutans er sko að honum þótti í rauninni að við gætum ekki sko eitthvað svona útrýmt heimilsleysi. Það var ekki eitthvað sem við værum að fara að ná að gera sko að útrýma heimilsleysi alltaf á eilífu. En ég meina við getum gefið út núna, við vitum að það er heimilslaus fólk í borginni. Þannig að við segjum bara skýrt út, við ætlum að útrýma því. Þannig einhvern veginn svona við upplifum ofta að það er komið svona svör sem eru svona mjög eiga ekki við, bara já, ætli það bara útrýma heimilsleysi alltaf, hvernig það að vera hægt, þú veist, maður svona upplifir að sé ekki vera að skoða. Svona eins og þeir séu að tala eiturlyfjalaust Ísland árið, þú veist, 3000 eða eitthvað. Svolítið mittur að þetta sé óraunhæft og eitthvað. En þú veist, þá bendum við mitt á Finnland, Helsingi, þar sem að það hefur verið að minnka heimilsleysi ár frá ári og það voru sett skýr markmið það að gera þetta og þetta stefnir í það að þeir verið búin að útrýma eftir nokkur ár. En þeir eru að gefa sér samt svona langan tíma í þetta Finnarnir? Já, þeir hafa verið að gera það. 4 ári að já, það er náttúrulega mjög langur tími sko. En þeir eru samt að standa sig best af öllum löndum í Evrópu. Ég held þessi eina landi í Evrópu sem heimilsleysi fyrir minnkandi. En samt hvað að vera með heimilislaus á meðan það vera En svo eru lög eða ekki á Íslandi, það er í rauninni banna með lögum að vera heimilislaus eða ekki? Þú ert í rauninni skráður sko óstaðsettur í hús. Það er í rauninni þannig sem ég tekið á því, þú veist, þú getur skráðið óstaðsettan í hús. Þetta var hér áður eitthvað annað en mér svipað, en það er alveg hægt að skrá sig sko óstaðsettan. Svo er þetta líka og ef að þú ert bara út á götu því að þú ert hverki heima og hefur ekkert í hús að venda þá í rauninni má handtaka þig strangt að tekið, held ég held að það sé þannig. Já, maður er allan að sé þetta þannig í Bandaríkjunum það er allan þannig, ég veit ekki hvernig þetta er hér. Ég held að sé það sama hér sko í rauninni, en þá er það kannski gert í rauninni bara til þess að koma þér inn í fangaklefa yfir nóttina þannig að þú hafir skjól sko. Já.
en þetta er samt svo öfugsnúið sko, af því það er í grunninn ólöglegt að eða hver ekki heima sko. Já, við mitt. Þannig að hérna. Mjög ómannúðlegt. Já, einmitt. Já, við sjáum hvernig þetta fer. Heyrðu, svo er það aðgerðaáætlun gegn rasisma. Það er eldra mál sem að... Já, það var sem sagt samþykkt til okkar sósíalista að vinna svona aðgerðaáætlun gegn rasisma. Meirihlutinn lagði fram breytingatillögu til okkar sósíalista þar sem að við hefum talað mikilvægt þess að þau sem hefur svona reynsla rasisma myndi koma að þessari vinnu, en það var ekki hægt að tryggja það í þessari vinnu. En það var samþykkt að vinna svona aðgerðaáætlun gegn rasisma, þannig að það yrði bara skilgreindir verkferðlar, þannig að það væri bara skýrt, þú veist, hvað gerist þegar að barn, svo þetta sé ekki allt sett á herðu bassins og fjölskyldunum að vera svona ít eftir því að verði hérna unnið úr málum sem að börn verða fyrir. Þegar þau verða fyrir rasisma í skólastarfi, að það sé það bara strax brugðist við. Að það sé bara ákveðin svona verkferðlar sem taka bara strax á þessu. Og þetta var samþykkt fyrir löngu og svo bara hefur þetta ekki einhvern veginn komist í gegn. Það er einhver hópur sem átt að skrifa þessu aðgerðaáætlun og hann hefur eitthvað verið að vinna. Bara svona svæft í nefnd. En svo er víst með skilsta að hópurinn sé tilbúið með niðurstöðu og það sé verið að senda það eitthvað yfir til yfirlestrar. En þetta tekur bara svo gríðarlega langan tíma. Þannig að þó eitthvað sé samþykkt hjá okkur, þá þurfum við alveg að fylgja því eftir að það sé staði við það. Bara tryggja það, liggum við að fara inn í skólana og kenna það og... Einmitt, það er allt eftir, sko. Já, þetta er svolítið sérstætt. En hvernig þetta er í rauninni, þetta fer í meðferð einhverja nefndar og svo fer þetta inn til skólamálayfirvalda vantarlega þaðan? Sko það samþykkt í rauninni að stofna svona hóp sem átti þá skrifis aðgerðaáætlun og þá þarf að kalla alla einhvern veginn saman. Það er ekki búið að gera það ennþá í rauninni? Mér skilst að það sé á lokametrum. Já, það er á lokametrum, að skrifa aðgerðaáætluna. En núna á það eftir að senda hana til yfirlestrar þá til skólasamfélagsins, held ég. Já. En það er náttúrulega eðlilegt líka að bara kannski til dæmis mannfræðingar komi yfir og lesi yfir þetta og þau sem hafa svona verið að skoða rasisma í íslensku samfélagi, mér finnst það mjög eðlilegt. Félagsráðgjafar og mannfræðingar og eitthvað svona. Algjörlega, og þannig að þetta er einhvern veginn sko, við hefum verið að spyrja mjög reglulega bara hvað er að frétta, hvað er þetta, þannig að við skiljum ekki sko af hverju að það er svona greiðlega langan tíma til þess að láta, þú veist, birta bara aðgerðaáætlunina og fara að vinna með hana. Manstu hvað er langt síðan að þetta mál var lagt fyrir? Þetta var einhver jól. Örugglega þá þetta var einhver jól á síðasta kjörtímabili. Þannig að ég er ekki viss. Já, á síðasta kjörtímabili. Þannig að þetta var ekki núna fyrir jólin. 2-3 ár síðan kannski. Það er einhver ár síðan. Já, einmitt. En hvað er svo framundan í borgarmálunum? Eru þið með einhver svona plön? Hvernig virkar þetta? Já, það er sko eins og ég siti í velferðarráði og þar hefur verið samþykkt að stofna hóp sem er sem sagt að skoða en svona betur umgjörðina í kringum áfangaheimili og svona styrkja til áfangaheimila og ég er komin inn í þann hóp og við erum 2 úr velferðarráði sem erum að fara aðeins að skoða það og það er sem sagt það hefur verið mikil umræðu áfangaheimili og svona rekstu þeirra og umgjörður hver fær leyfi til þess að reka slík heimili en það í rauninni þá þyrfti að vera löggjöf frá ríkinu, frá húsinu á móti okkur sem setur svona löggjöf bara reksturinn og svona en við getum alveg haft áhrif á það kannski hvað við erum að fara fram á að svona félög geri og hvaða skilyrði þau þurfa kannski að uppfylla ef þau fá styrk þannig að við getum svona aðeins Reykjavíkurborg reynt að ramma inn einhvers konar svona umgjörð utan þetta þannig við erum núna að fara að skoða bara hvernig þá við getum lagt slíkt til. Já, herðu, og þið eru alltaf með símatíma eða einhver svona opið hús fyrir fólk eða vel? Já, við erum alla mánudag fyrir kjósendur. Já, fólk getur komið og hitt okkur í Bólholti 6 klukkan 14:30 til 15:30. Þannig að við erum alltaf þá til staðar. Já, alltaf viðtals. 13:30 til 14:30 ásakið. Þannig að við, alltaf laust á sko. Herðu, kæra þakkir fyrir þessa yfirferð, Sanna og Trausti og gangi ykkur vel áfram. Takk fyrir og við skiptum yfir í næsta mál. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá
sem vilja berjast fyrir Samstöðin á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Já, það stjórnarkreppa í Frakklandi eftir að Macron þröngvaði í gegn lögum sem að hækka eftirlaunaldurinn þar lendis úr 62 árum í 64 gegn vilja mikils meirihluta þjóðarinnar og þegar að ljóst var að hann var ekki að ná frumvarpinu í gegnum þingið, þá hætta við það og setti lögin fram hjá þinginu og við það skapaðist reiði alda víða Frakkland. Hann á línunni frá Frakklandi, Jóhannes Hraunfjörð Karlsson. Vertu velkominn. Já, þakka þér fyrir. Hvað segirðu? Hvert mun þetta mál leiða eiginlega þegar forsetinn komin upp á móti þinginu og þjóðinni? Já, við eiginlega áttum okkur kannski ekki alveg á því en þetta svolítið sérstök staða sem komin upp og kannski byrja á því að útskýra hvað það sem sagt Elisabeth og Macron gerðu. Að það svo kallað til þess að fara fram hjá stjórnarskránni eða þarna atkvæðagreiðslunni. Þá það sem sagt í 5. lýðveldinu sem de Gaulle í raun og veru stofnaði og setti svona sérstakt ákvæði inn í stjórnarskrána sem heitir svona 49,3 og með því að beita því þá þarf ekki að fara í gegnum atkvæðagreiðslu og gegnum breytingatillögu sem stjórnarandstæðin gerir. Þetta svona litið á þetta almennt sem neyðar neyðar sem sagt aðgerð en hefur verið notað töluvert sérstaklega í minnihlutastjórnum og svona í gegnum söguna og Elisabeth hún hefur í raun og veru notað þetta núna í 11 skipti og fólk almennt mjög óánægt með þetta vegna þess að þegar Macron kemur og í raun og veru á fyrra kjörtímabili hans þá voru eftirlaunalögin og sem sagt eitt aðal markmið hans að breyta á laga og það í raun og veru þetta sem hann síðan kemur í raun og veru frumvarpið, það hækkar úr 62 í 64 ár og þetta í raun og veru hvorki fugl né fiskur. Venjulegt fólk eða almenningur það vill breyta þessu, það allir á því að það þurfa að breyta eftirlaunalögunum að ef við tökum að fara það bil 14% landsframleiðslunni í eftirlaun í Frakklandi í dag sem kannski verið það saman við Ísland, þá það svona litlu meira heldur en fer í eftirlauna allan pakkan hjá okkur. En það sama, þetta svona svipa kerfi og B-kerfi svo kallaða hjá ríkisstarfsmönnum, það fer stighækkandi. Macron lofaði 1200 evru lágmarki, síðan það upp var staðið, þá í raun og veru ekkert lágmark. Það ekki þessar 1200 evru, það standa ekki. Annað sem líka kannski vert að minnast á, það eru námsmenn sem taka gífurlega mikið þátt í aðgerðum, sem sagt, að við vitum það að hvernig þetta á Íslandi, það öðruvísi, svo sem útskýrt það að þú vilt líka, en í Frakklandi þá fá námsmenn ekki, sem sagt, vinna sér ekki réttindi, þeir eins og heima, að þeir eru vinnandi með námi eins og við vitum, eins og þeir geta og mega, en þeir vinna sér ekki eftirlaunaréttindi. Þetta olli mjög mikill óánægju meðal þeirra og þess að taka námsmenn mjög mikið þátt í verkfallinu. Annað sem líka rétt að benda á og það með konur að þegar þær hafa verið á fæðingarorlofi og þá samkvæmt áður en breytingin gekk í garð að þá fengu þær sérstök hlunnindi fækkun ára og svona fyrir að eignast börn. Macron, hann tekur það allt í burtu
í nafni sem það hvað maður að segja réttlætisins eða jöfnunar. Og þetta olli eða sem sagt þetta einn ástætingssteinninn, fólk mjög almennt á móti eða sem sagt óánægt með þessa breytingu. Og það eru svona fullt af svona litlum hlutum sem eru og fólk bjóst við að eru tekið á en ekki tekið á. Annað atriði líka sem að þetta kerfi þarf að segja að það segir ekki allt aldurinn, sem sagt svo fólk átti sig á því betur, að 43 ár, þetta sem sagt vinnutíminn, og þú verður að vinna í 43 ár, það að segja í 172 svo kölluð sem sagt ársfjórðunga. Og til þess að fá full eftirlaun þegar þú ert á lágmarkslaunum, segjum það bara, og þú vinnur og segjum allt í næst orðin 55 ára og þú missir vinnuna. Og þá rosalega erfitt fyrir þig að fá vinnu. Ég tek bara svona dæmi, við þekkjum hvernig þetta á Íslandi og aldursfordómarnir ef eitthvað meiri í Frakklandi heldur en á Íslandi, og þetta veldur því að fólk sem sagt það kannski þarf að vinna miklu meira en 64, það kannski komið upp í 70. Og það sem sagt líka sem sagt svo ég telja upp annað atriði, og það að ef fólk byrjar mjög ungt að vinna, segjum 17 ára og hvað svona, að þá það í raun og veru komið með 43 ár þegar það 60. En það á samt að vinna til 64 ára. Og Marine Le Pen, hún hefur nýtt sér þetta og sagt að þetta sé í raun og veru fólk bent á það, þetta í raun og veru hvað maður segja vatn á myllu hennar, allt þetta klúður hjá Macron. Og það sem sagt að ef að ég kemst til valda, segir hún, þá mun ég gera það af tillögu minni að breyta því þannig að þeir sem byrja að vinna fyrir 20, þeir fari á eftirlaun 60. Fyrir Macron hefði þetta ekki verið dýrt að halda þessu inni sem dæmi, vegna þess að það hefur komið í ljós að eins og við vitum að þeir sem eru hvað maður segja í lægri tekjutíundum, þeir lifa skemur. Og ef við tökum lægstu stéttirnar í Frakklandi, þá var INSEE eða Hagstofan í Frakklandi að gefa það út daginn að 25% af þeim sem eru sem sagt í lægstu tíundunum, að þeir eru dánir áður en þeir komast á eftirlaun. Þannig að þetta rosalega fjöldi. Þannig að og í þessu ekki tekið öskukalla sem hafa verið í verkfalli í París núna sem dæmi. Þeir segja og eru skikkaði núna til að vinna, þeir segja að þetta kemur ekki til greina fyrir okkur, við erum bara dauðir áður sem komist á eftirlaun. Þannig að það ansi svona margt að þessu frumvarpi og í raun og veru ég alveg viss á því. En þetta þannig mál að það ekki hægt að ná samkomulagi sem að allir geta sett sig við, það ástæðan? Þannig ef að frumvarpi hefði verið með einhverjum öðrum hætti, þá hefðu bara aðrir hópar farið í verkfall og mótmælt? Eða þetta einstaklega illa gert frumvarp? Því að þú sagðir í upphafi að flestir væru á því að það þyrfti að breyta einhverju. Ég nú á því að þetta sé frekar illa unnið. Það sé í raun og veru það vegna þess að ég myndi nú segja að það væri nú bara hreinlega illa unnið og það var verkalýðsforingjar. Þeir eru margbúnir að reyna að fá fund með bæði forseta og forsætisráðherra sem bæði hafa algjörlega hunsað þá. Það hafa farið í raun og veru í janúar strax í mjög fjölmennar göngur, friðsamar, ekki neina læti, ekki neina svona,
eins og var hjá gulvestingum þá tíðkaðist það voru svona svo kallaðir blokk sem tvístruðu í raun og veru göngunum með því að ráðast á verslanir og eyðileggja allt og skemma. Verkalýðshreyfingin hefur komið í veg fyrir það og skipulagt sínar göngur þannig að þeir komast ekki upp með neinn læti. En þrátt fyrir það þá neituðu bæði forsætisráðherra og forseti að ræða nokkuð verkalýðshreyfinguna. Og krafan í dag sem að þetta frumvarp verði í raun og veru dregið til baka og sest niður og búið til eitthvað að viti. Nú ætlar Macron að ávarpa þjóðina í hátinu á morgun. Heldur að það verði erindi ávarsins að leita einhverja sátta í málinu eða heldur hann verði í ávarpinu að tala nauðsyn þess að þessi lög standi? Ég bara hennilega veit það ekki. Ég vona að reyna að leita sátta svo ég segi nú eins og því að fólk almennt mjög reitt og þá á ég bara við hina venjulegu húsmóður eða venjulega fólks. Ég get tekið dæmi að við þekkjum það að það alls staðar kreppa, mikil verðbólga og þó að hún sé miklu minni verðbólgan í Frakklandi heldur en á Íslandi, það að segja rétt rúmlega 6% með að við ríflega 10% á Íslandi, að þá sagði mér verslunarstjórinn hérna í einni stórverslun, svona í Súperví sem svona svipa á bónus, svo takið sem útskýrið það, að á síðustu 3 mánuðum þá hefur matur eða nauðsynjar hækkað 25%. Það að segja fólk sem kaupir eina stóra, eins og hún orðaði það, eina stóra kerru í matinn á viku, í mánuði eða viku hverri, að það verður að sleppa seinustu körfunni til að lifa út mánuði. Þannig að ástandi ansi svona eldfimt, svo að ekki sé fastar orði kveðið. En hvert getur þetta leitt? Nú eru boðuð verkföll á fimmtudaginn, mótmæli. Hvert getur þetta leitt til nýrra þingkosninga? Hvað getur gerst? Það kemur alveg fram núna að vegna þess að þessi leið sem var farin, það í raun og veru tvennt sem fólk óánægt með og að það að löginum eftirlaunafrumvarpið, þetta ekki sérfrumvarp, heldur þetta svona breyting á fjárlögum varðandi lög almannatryggingar. Það að vera að auka fjárveitingu, þannig að þetta svona svipað eins og við þekkjum að á Íslandi að þá almannatryggingar, þær eru bundnar vísitölu eða launavísitölu, en síðan fer þetta fyrir í fjárlög og þar það skorið niður. Þetta í raun og veru alveg það sama og gerist með þetta. Hitt atriði sem í raun og veru, sem málið í raun og veru farið að snúast núna, það hægt að snúast í raun og veru eftirlaunalögin sem slík og það snýst meira lýðræði og almenn svona mannréttindi og almenn vinnubrögð þingsins. Þetta sé í raun og veru ótækt að svona stórt mál sé farið í þennan farið. Þannig að þetta í raun og veru bara spurningum, hvað maður segja, lýðræði, demokrasíu. Þannig að Frakklandi komið í stjórnarkreppu. Algjörlega núna. En hver leiðin út úr því? Hvernig getur það vafið upp á sig eða endað með einhverjum hætti? Já, mér sýnist að það verði að setjast niður og breyta frumvarpinu, þessu eftirlaunafrumvarpinu. Það verði að í raun og veru gera það og stokka það algjörlega upp og taka annan pól í hæðina. Skattar eru háir í Frakklandi og það verði bara að fara aðra leið, ekki að fara, fara aðra leið. Það hafa margir bent á margar leiðir út úr þessu og svona og stjórnvöld hafi í raun og veru alveg hunsað það
og já, það þyrfti í raun og vera að gera þetta, myndi ég telja. Herðu, Jóhannes, takk fyrir að gefa okkur yfirlit yfir stöðuna í Frakklandi sem vissulega spennandi. Takk að þið kærlega fyrir. Já, herðu, og við snúum okkur núna að næsta máli eftir augnablik. Við byrjum að fjalla það í síðustu viku að okkur líður ekki nógu vel í samfélaginu. Andleg líðheilsa gæti verið betri og það margt sem betri til þess að hún fari versnandi, ekki bara hjá börnunum okkar, heldur bara hjá fólki almennt. Og Viðar Halldórsson, félagsfræðingur, hingað kominn. Þú varst í viðtali í Mogganum þar sem varst eiginlega að fjalla þetta helgina. Já. Takk fyrir boðið í þáttinn og það er alveg rétt að ég hef verið að skoða þessi mál út frá félagsfræðinni og setja það í eitthvað samhengi. Má ég byrja að spyrja, getum við gengið út frá því sem staðreynd að fólki líður verr í dag heldur en áður? Já, allavega sjáum við það allar tölurna sína okkur það að svona kvíði og angist að aukast, einmanaleiki að aukast, kulnun, alls konar slíkir þættir við sjáum allstaðar að það er allstaðar að rísa, hvort sem eru yngri eða eldri kynslóðunum. Þannig að já, við getum alveg gengið út frá því vísu og við sjáum það líka bara núna, það sést mjög sterklega í því að bæði Bretland fyrst og svo Japan settu á fót einmannaleikar á þeirra sem átti að einbytta sér líkum málum sem svona sýnir alvarleika málsins að einmannaleiki er að aukast með alls konar neikvæðum afleiðingum fyrir einstaklinga og samfélag. Leggst þetta jafnt á alla eða leggst þetta á þá sem eru veikir eða þurfa mest á samfélaginu að halda og félagskap eða hvað? Já, þú veist, ég er ekki alveg með eitthvað tölur það á hreinu. Við tölum mest börnin? Já, kannski yngri kynslóðin, þú veist, sem er náttúrulega þessi samfélagsmiðla kynslóð. En svo finn ég líka bara hjá eldra fólki og eldri borgurum og þessi grein sem birtist þetta viðtal við mig. Ég fengi mikil endurgjöf frá eldra fólki sem finnur þetta mjög sterkt. Og upplifir það að svona samfélagi sé að rakna upp í kringu það? Já, þetta er svona í anda anómíkenningar Emil Durkheim þegar hann verður miklar þjóðfélagslega breytingar og þá finnur þið ekki og lendir svona með skips og bryggju og hefur ekkert fast land út í fótum verður í einhverju svona kviksindi og nærði ekki að allt sem að þú helst að væri eitthvað neðan, það er ekki þannig lengur, það er komið eitthvað nýtt sem átt erfitt þú veist, tilenga þér og allt það. Þannig að já, ég held að það sé, en ég held að mörgum að margir finni að það er eitthvað ekki eins og á að vera en get ekki alveg fest fingur á hvað er það. Og það er ekki gamalt fólk sem að segja alltaf verið betri í gamla daga, það er kannanir og rannsóknir benda til þess að svo sé. Það er eitthvað ekki í lagi. Það er eitthvað ekki í lagi og ég var mjög áhugavert, ég var með fyrirlestur á Austurlandi fyrir einhverjum mánuðum síðan á framhaldsskóla. Þess að ég var að segja þetta, tala þessa hluti. Það eru krakkar sem ég þekki ekki neitt, 40-50 manna hópur, sátu í svona sal og ég fann það alveg þegar ég var að tala um þetta, þau horfðu í augun á mér og kinkuðu kolli, það fær alltaf svona feedback þegar maður er að flytja fyrirlestra og finnum maður hvort að audiensið áður síðan meðtaka sem maður að segja. Ég fann þetta rosalega sterkt að krakkarnir í framhaldsskólakrakkarnir, þeir voru algjörlega, þú veist, ég var algjörlega að tala inn í þeirra reynslu og þau horfðu í augunum mér og kinkuðu kolli í allt sem ég var að ræða með þetta og ég fann það rosalega sterkt að þau skildu mig og ég var að tala inn í þeirra reynslu. Þú varst að lýsa slæma ástandi? Ég er lýsa slæma ástandi, já. En við áttum okkur ekki á að þetta sé slæmt ástand og vegna þess að við höfum það svo gott og þægilegt og það er allt til alls. Og ég hef verið að tala fyrir því að þetta félagslega í samfélaginu og líf okkar, það hefur aldrei fengið eða fær aldrei þann sess sem að það á skilið. Þú veist, við sjáum þetta í atvinnulífinu, öll störf sem snúast að einhverju félagslegu, að vinna með börn eða unglinga eða allt þetta. Slík störf eru minna metin en önnur störf, en þeir sem handla með peninga til dæmis. Við sjáum þetta í háskólunum, þar sem að félagsvísindi er á lægri skör en raunvísindi og náttúruvísindi. Við sjáum þetta mjög víða sem ég vinn mikið í íþróttum, með bak við íþróttir og það eru oft verið að fá alls konar sérfræðing að vinna með íþróttalið en þetta félagslega, það verður alltaf
það fer aldrei neitt sess, það er aldrei neitt tilbúin að borga fyrir það. Við sjáum þetta í pólitíkinni þar sem við verðum að tryggja það að við framleiðum nóg og fyrirtækin hafa það gott áður og við getum farið að deila út peningunum til þess að gera þetta félagslega. Það er aldrei fremst. Já, það er aldrei fremst, já. Því er alltaf eins og íþróttunum, það eru með afreksíþróttir og við erum með afreksíþróttalið eins og Paris Saint-Germain sem er með allar stærstu stjörnur í heimi. Það eru öllu tjaldað til, eitthvað til að mæla, eitthvað súrefnisupptök og allt þetta. En svo erum við með einhverju 11 einstaklinga og það er ekkert gott félagslegt afl í gangi og allt þetta. Þannig við sjáum þetta og þannig við áttum okkur ekki á þessu félagslega mikilvæg þess, vegna þess að félagslega öfl eru ósýnileg. Við höfum erfitt með að festa fingur á þeim, við höfum erfitt með að sjá þau, við höfum erfitt með að skilja þau, við höfum erfitt með að átta okkur á mikilvæg þeirra. Og þess vegna áttum okkur ekki á því hvað gerist þegar að þetta félagslega kvarnast úr félagslífi okkar og félagslegu samneiti við aðra. Þess vegna áttum við okkur ekki á hvað er að gerast en finnum þetta samt í auknum einmannaleika og einhvers konar firringu og hvað þetta nú er sem að hefur neikvæð áhrif á heilsu okkar og líðan. Sko. Þú sagði félagsleg öfl. Já. Hvað þú tekur dæmi að því? Hvað er það? Þetta sem er því að þú sagðir þetta var ósýnilegt, þá var ég að byrja að gera það sýnilegt. Þegar við erum í félagslegu samneiti við aðra, þá finnum við einhvers konar, það er einhver stemning sem myndast. Og rannsóknir hafa sýnt það að leið og við erum maður í félagslegum samskiptum við aðra, að það hefur áhrif á heilastarfsemi okkar. Við erum hópdýr. Við erum hópdýr, okkur líður betur, við finnum meiri samkennd, það er alls konar sem gerist í félagslegum samskiptum. En það er erfitt að festa fingur á sig, þetta hefur ekki svona haldbæran veruleika, skilur, þetta hefur áhrif á líðan okkar, bein áhrif á líðan okkar og þess vegna áttum við ekki á því. Við finnum allstað þar sem við komum, þar sem fólk það er ákveðin stemning í loftinu. Stundum getur stemningin verið góð, stundum getur hún verið slæm. Það er erfitt að segja hvað það er, en við finnum það og skynjum það. Og þegar við erum að tala saman, við finnum hvort að það er eitthvað millum okkar. Eitthvað millum okkar og hvort að það sé eitthvað að gerast eða hvort að það er ekki að gerast og allt það. Og við höfum verið í hópum þar sem hópurinn verður sterkari heldur en summa einstaklingana, en við höfum líka verið í hópum þar sem hópurinn er lagari eins og þú varst að taka dæmi með þessu sorglega knattspyrnuliði í París. Já, og ég hef mikið verið í íþróttum og það er okkur þetta að sko þegar hópurinn verður stærri en summa einingarna sem mynda það, þá er eitthvað félagslegt afl sem gerir það, sem ítur öllum og skapar eitthvað nýtt. Þannig að það sem ég kalla þetta félagslega til að reyna að gefa í svona hærri sess, og ég er búin að gefa þessu hugtak að félagslegi töfrar. Og töfrarnir felast í þessu, ef að ég og þú hittum setn út úr götu og förum að tala saman, þá er eitthvað í samskiptunum okkar sem gefur okkur eitthvað. Veist, það er eitthvað skilaboð eitthvað mælikvarða, það er eitthvað upplýsingar, það er bros, það eru hugmyndir, ég finn til mín eða eitthvað slíkt og þetta er eins og við kalla emergent, þetta sprettur fram úr samskiptum okkar. Þannig að það verður eitthvað meira í samskiptunum heldur en var ef við værum bara tveir sem einstaklingar. Skilur. Og það er galdurinn og töfrarnir við félagslega samskipti. Við kunnum ekki að nefna þetta. Það var ekki, við sóttum ekki C-vítamín eða eitthvað sem við kunnum að nefna með öðrum hætti. Já. Þetta er næring sem við kunnum ekki að nefna hver er. Nei, og þess er ég að segja, ég er hann að gefa henni sess með sko félagslega töfrar. Töfrar eru í þessu skilningi jákvæðir og uppbyggilegir og gefa okkur einhverja nánd, gefa okkur tilfinningur við tilheyrum, upplýsingar, alls konar hlutir, þetta er algjör heimur sem að við förum þá misviði við hittum ekki annað fólk, skilur við. Vegna þess að... Og þú ert ekki bara að tala um svona fjölskyldur þar sem út í ríku sambandi við fólk sem hún rektar áratugum saman, heldur þú líka bara að tala um samskipti okkar út í bakari á Laugardalsmóti. Já, félagslega töfrar geta verið í litlu magni og geta verið miklu magni. Litlu magni bara ég bara er út í bakari og hitt einhvern veginn að sé einhvern og það er eitthvað sem fær mig til að brosa eða ég heilsa kassastarfsmannum í krónunni og... Þekki nágrannaðina. Já, akkurat þetta, það er í litlu magni. Í miklu magni það er kannski ástríða milli elskenda eða verða að skora sígumarki heimsmeistarkeppni í fótbolta, sko. Þannig við erum eitthvað svona kvarða félagslegum töfrum og samskipt okkar við fólki í kringum okkur er sjálfsögum mjög mikilvægt, en ekki síður samskipt okkar við fólk sem við þekkjum ekki í nær umhverf okkar. Og það sem er að gerast núna með allir tæknifæðingunni, sjálfvirkninni
það sem það sjálfsafgreiðslukassar í matvörubúðum og bankastar sem eru á netinu og pósthús og allt þetta og maður þarf barkóða til að skanna matsela og eitthvað slíkt, alls konar tala við spjallmenni á vefsíðum, þá kvarnast upp úr þessum félagslegu samskiptum hér og þar og þegar þetta verður víða þá fer að hafa áhrif á okkur og þetta á sérstaklega við nærsamfélagið, vegna að nærsamfélagið er okkur svo mikilvægt, í nærsamfélaginu býr félagsauður, það sem við þekkjum fólki í kringum okkur, þá myndast traust, þá myndast þessi mikilvægi tilfinning fyrir okkur að tilheyra hópi sem stærri en við sjálf, alveg svo trúarbröðin gerðu sýndu í gamla daga, það var mikið aðalatriði í trúarbröðunum að tilheyra samfélaginu og núna, þú veist, þá tilheyrum við ekkert lengur, sko. Við tilheyrum ekki í nágrunum okkar, fólkinu, við hittum aldrei neitt, sko, þá erum við bara í einhver virtual heimi, þar sem við erum bara í lausu lofti og vantar alla fótfestu og allan stuðning og alla nánd og hlýju, sko. Og við þekkjum líka bara að sko, hinn formlega félagsuppbygging samfélagsins er að brotna, talað lélega virkni í verkefnisreifingun, í stjórnmálum, í öllum, þannig að það er líka þessi sko formlega félagsuppbygging samfélagsins er líka ekki eftir. Já, og það má segja kannski bara að þjóðuríkið gæti bara liðið undir lok og allt þetta sem köllum samfélag, í eitthvað svona annan heim og þá, en sko... En ég er að sljóta einu inn, við lifum náttúrulega tíma sem hefur ekki haft mikla trú á sko félagslegum þáttum, það er það vitna í spáman okkar tíma, Margaret Thatcher, sem sagði það er ekki til neitt sem heitir samfélag, það er bara til safna vinstaklingum. Þannig að þetta er bara blekking hjá þér að narra okkur út frá sko, hagsmunum, að gæta okkar eigin hagsmuna, til þess að fara að gæta okkur á óljósara hagsmuna sem kallt ekki svona orða, til þess að draga fókusu frá því sem við ættum að hafa fókusun á sem er að magna upp eigin velsalt. Já, eða blekking í hináttina, að það sé verið að draga okkur í að kaupa vörur á netinu og vera föst í þessum samfélagsmiðlum, sem að gera það verkum að ríkustu fyrirtæki heimi verða ríkar og stjórna heiminum með meiri mæli. Það er hin hliðin á þessu og það er svo hlið sem er eiginlega að hafa vinningin svo má orðið komast vegna þess að við sjáum að hvað var ekki 7 af 10 verðmætustu fyrirtækjum heims á síðast ári þau voru öll í þessum tækni og samskiptamiðla geira sko, sem bara vaksa og þessi samskiptamiðla geiri hann hefur svona gefið það út og gefið sér út fyrir það hann snýst að sameina fólk, auka samskipti, connecting people og gera heimina betri stað. En þá ýmislegt bendir til að hvorugt eigi við rök að styðjast vegna þess að heimurinn er frekar að gliðna, bergmálshellarnir eru að stækka, polariseringen skautunin er að vera harðskeyttar og aukast og samskipti okkar við fólki í kringum okkur er að minnka. Þannig að þetta er svona, en þetta er allt í hag þessara fyrirtækja og við sjáum það kannski núna líka að þetta eiga svona vilja hafa þá yfirbragð að þessi eitthvað riddar á hvítum hesti en leið og það slær aðeins á sko, þá fara að rukka fyrir sko, og nú er Facebook og Twitter komið með eitthvað sem getur borga fyrir svona auðkenni sko, fyrir utan allar auglýsingarnar sem ýtir undir neysluvæðingun og allt það sko. Þannig að þetta eru öllar botni hvort bara fyrirtæki sem snúast að græða peninga sko. Eru samfélagsmiðlarnir, eru þeir ógn ef að horfa á það sem ógn? Já, klárlega. Þess að geta upp félagslega netið í samfélaginu? Já, það sem ég segi sko, það sem hefur gerst er að samfélagsmiðlarnir og þessi samfélagstekni hefur hrifsað til sín félagslífið okkar. Þannig við höfum mist sem sé við höfum mist svona, hvernig ég orða þetta við höfum mist stjórn á okkar eigin félagslífi. Það er alltaf forsend. Þetta er svona hluti af svona félagsrými okkar ef við getum sagt þess svo. Já. Þú veist, við gátum hist í Iðnó og þú veist, við gátum hist eitthvað staðar en núna er bara við getum hist á netinu. Við getum alltaf fund á netinu, þessi þáttur á netinu. Já, nákvæmlega. Og það er í sko hag samfélagsmiðlufyrirtækjanna að við hittumst á samfélagsmiðlunum. Það er ekki hag þeirra að við hittumst hér, skilurðu, ef við hittumst með fólki, þeir græða ekkert á því. En leið og við hittumst á netinu, þá græða þeir á því og geta nota algoritmana sína og selt okkur auglýsingar og allt þetta, sko. Þannig að það er þeirra hag. Og ég segi svona að þeirra var kannski hrifsa til sín þessi svið, það sem eigum félagslega samskipti og COVID náttúrulega hjálpaði mikið til að við svona gáfum þetta hrifsa til þá áttu við ekki bætt við að vera hrifsa til sín. Já, vegna þess að eins og ég postmann sem að mjög merkur fjölmiðlarinn, hann sagði sko alltaf með tækninýjungar
við erum haldið miskileiki, við höldum alltaf að þau bæti við þessu viðbót við allt eins og var, en það miskilningur. Tæknin umbreytir öllu sem var. Þannig að samfélagsmiðlarnir ekki viðbót við lífið okkar, heldur umbreyta samskiptum okkar. Og þess vegna þetta kannski hættulegt, vegna þess að samskipt okkar þá að færast frá þessum augliti til augliti samskiptum í samskipti gegnum tól og tæki. Heldur að við séum svolítið blind fyrir þessu, hvers virði bara mannleg samskipti eru? Ég held að margir þetta áttu sig á þessu í þessum Zoom árum, þú varst alltaf að tala við fólki í Zoom, að það vantaði eitthvað. Það er betra að hitta fólk augliti til auglitis. Já, ég held það, og líka það sem það var kannski áhugavert í COVID, að meiri segja svona mesta frjálshyggjufólkið sem var á móti móti þessum öllum takmörkunum þegar leið á. Hvað var það í raun og vera að biðja sko? Það var að biðja að fá að hitta fólk sko. Skilur við, að fara í matabóð og vera meðal fólk sko. Og það var það sem var orðið krafan, að fá að geta verið í samfélagi við aðra sko. Og það var svolítið áhugavert, merkilegt fannst mér. En COVID var mjög áhugavert vegna þess að kannski fyrir COVID þá voru margir kannski skeptískir yfir að tæknin væri að taka yfir hversdagslífið. En í COVID þá kom tæknin og hjálpaði okkur og bjargaði okkur, bara eins og bara riddar á hvítum hesti og bjargaði okkur með því að bæði að þessi samskiptatækni gerði okkur kleift að stunda nám í fjarnámi og vinna í fjarvinnu, gerði okkur kleift að vera í samskipti við ætningu og vini, sjálfvirknin gerði verkum að við fórum á sjálfsagfræðslukassa og allt það. Og þá Matsölustafnir fluttust inn í heimsendingar. Já, nákvæmlega. Já, það jókst allt. Og þá í þessu samhengi þá hjálpaði samskiptatæknin okkar að takast á við félagslega einangrun. Hún hjálpaði okkur út úr þessari félagslega einangrun eða að takast á við hana sem var þá. Eftir COVID þá var lag fyrir tæknina farin og öll svið samfélagsins vegna hún var búin að selja sig til okkar og við höfðum tröllatrú, en hún var bjargvætturinn. Og ég hitti manni eftir þetta einhvern tímann eftir COVID sem hann sagði, hitt hann bara förnu vegi og hann sagði að ég kenni í háskólanum. Núna þetta fjarnám komið, það frábært, verður ekki bara allt nám svona í framtíðinni sko. Og ég bara, nei, þetta nú, þú veist ekki alveg þannig. Og það sem gerir samt eftir COVID, þá fyrir tæknin að taka yfir og þá í staðin fyrir að hjálpa okkur úr félagslegri einangrun, þá fyrir hún að stuðla félagslegri einangrun. Vegna það mikill munur á samfélaginu í COVID og samfélaginu eftir COVID. Samfélagið í COVID, þá var samfélagið rosalega samheldið. Og þetta svona í anda þess að þegar að stafar ytri ógn að samfélagum, þá þjappast borgarinn saman. Og það gerðist í COVID, sérstaklega fyrst sinn, að við ytri ógn, þá hjálpuðust allir saman. Hjálpuðust allir að við vorum að, þú veist, syngja fyrir utan gluggan hjá fólki og sækja vörur fyrir fólk og flytja ljóð á samfélagsmiðlum. Það var svona... Sýndum okkur bestu hlýðar. Þannig að það var mikil samstaða. Eftir COVID aftur, þá ekki þessi sama samstaða, sko. En þá erum við ennþá með tæknina sem fyrir að stjórna okkur, en við erum ekki með þetta lím í samfélaginu sem heldur okkur saman og hjálpar okkur að mynda samfélag. Og þess vegna ítir tæknin undir félagslega einangrun eftir COVID, þó hún hafi hjálpað okkur að takast á við félagslega einangrun í COVID. Þannig að samhengi skiptir máli. Við gætum ekki þolað þessa félagslega einangrun nema með tækninni. Þannig að hún eiginlega ítir okkur út í félagslega einangrun. Já, hún gerir það vegna þess að ef hún væri ekki, þá myndum við rópa og bregðast við og gera eitthvað, þannig að hún hjálpar okkur raunverulega að fara dýpra inn í félagslega einangrun. Já, reyndar. Já. Og við vorum þá kannski ekki skeptísk fyrir tækninni eins og vorum, af því hún sannaði sig í COVID. En punkturinn þessi, í COVID þá hafði hún ákveðið hlutverk og það var annars konar samfélag. Eftir COVID þá breytist samfélagið og við höfum ekki alveg hennar stuðning og það allir bara í sínu hotni og þá fyrir hún að ítundi félagslega einangrun og virkar þvert öfugt við það sem gerði í COVID. En svona aukin einstaklingshyggja í samfélaginu, það er búið að tala hana lengi áður en að samfélagsmiðlarnir komu. Getur verið það að formið á tækninni, að hverju hún að svara með annars félagslega einangrun, hafi verið búin að til að meinið hafi verið eiginlega komið áður en að samfélagsmiðlarnir komu eða samfélagsmiðlarnir eru þeir meinið? Ég held að samfélagsmiðlarnir séu ekki meinið ef við tölum með þannig einstaklega ekki að sé mein, en heldur hafa þeir kannski íkt það og veitt í einhvers konar farveg. Við sjáum allt þetta, við erum alltaf að gera allt bara á eigin forsendum, bara sjónvarpsdagskrá og podcast og allt það er allir bara, þú veist, þannig að samfélagi er rosalega einstaklingsmiðað. Og þar er ekki samfélag?
samfélag er það að deilum saman. Já, og þá náttúrulega bara hriktir í stóðum samfélagsins, og það svona vafasum vegferð vegna þess að við vitum það líka að samfélag getur búið til alls konar auðmagn eins og félagslegt auðmagn, social capital sem byggir á trausti og samhjálp og þegar það félagsauður þá verða hverfin okkar betri og lífi verður auðveldara og við fáum alls konar aðstof í ýmis verk og allt þetta og það hefur sýnt sig að við erum miklu betri árangur að vinna saman í hópum heldur en sem einstaklinga og Daniel Kahneman, Nóbelsverðlaunahafí í sálfræði, með bók sem heitir Noise sem hann talar að við erum sem einstaklingar, við erum svona rosalega miklar skynvillur sem að við framkvæmum í dagsins störfum, sko. Þú veist, við metum hlutin ekki rétt og gerum rosalega mikið mistökum að við sjáum ekki hlutin réttu ljósi og allt það. Leið út farin að vinna og fleiri koma að ákvörðuninni, þá verður hún betri. Og því fjölbreytari sem hópurinn því betri? Fjölbreytari hópurinn sem betri. Sem þá öflugra samfélag? Já, og það líka sem tengist þessu, sko, að talandi polariseringun og skautununa. Samfélagsmiðlarnir hafa náttúrulega ýkt alla þessa sundurgreiningu í gegnum bergmálshellan og allt það og sem gerir það verkum það hver upp á móti öllum öðrum, hverjum upp á móti öðrum og það verður ekkert raunverulegt samtal og ég segi samtal í gegnum tól og tæki, það ekki eins og samtal við mannesku í raunheimum, það bara allt öðruvísi vegna þess í samskiptum þá svo lítill hluti af samskiptunum sem fer í gegnum miðilinn eins og Marshall McLuhan sagði, sko, miðillinn merkingin, sko. Það tapast svo mikið í gegnum miðillinn og ef við eigum hérna samskipti, eitt það sem við segjum, það sem við segjum, það eitt sem skiptir máli, annað hvernig við segjum það. Þriðja lagi augnsamband, svipbrigði, líkamstjáning, tákn sem við notum, snerting, lykt, nánd, stemning, andrúmsloft, skilur við. Þetta tapast allt í gegnum miðilinn, allt nema það sem sagt, kannski. Og þessu tengt þá, eins og ég sagði áðan, með því að hittast í augliti til auglitisamskiptum, þá verður eitthvað svona kemistri á milli fólks, það verður meiri samkennd, það verður meiri samvitund, meira samtal á jafnréttisgrundvelli, rannsóknir sýna til dæmis mjög áhugaverð, sýnir að fólk sem hefur háa efnahagslega stöðu, eða herri efnahagslega stöðu eða status og kannski meira menningarauðmagn þegar það hittir aðra í auglitis samskiptum þá felur það oft stöðuna. Það var rannsókn á prófessorum í Noregi og þeir voru spurði hittu ykkur sem voru ekki prófessorar hvað gerir þú? Það var bara ég félagsfræðingur Já, hvar vinnur? Já, ég vinn í háskólanum og hvað er þetta að gera þar? Já, ég er prófessor, sko, finnst þetta bara óþægilegt og það er það sem að samskipti, augliti samskipti gera þau leitast alltaf við að vera ykkur jafnvægi þannig að þá talar fólk meira saman á jafnréttisgrundvelli og þá verður meiri samræða netmiðlar snúast ekkert samskipti, snúast miklu meir stöðuták, sko. Ég er að setja einhverja mynd af mér á samfélagsmiðla, setja bestu myndirnar af mér og þegar krakkandi mínir gera hitt og þetta. Þannig að netmiðlarnir eða samskiptamiðlar snúast miklu meira sem stöðuták, meðan að samskipti í raunheimum snúast miklu meira samskipti. Það slæm menning. Það slæm menning. Það góð menning að gera að ekki vera að flagga sér í samskiptu við fólk, það er góð menning. En inn á samfélagsmiðlunum slæm menning. Já, og við sjáum það til dæmis bara í heitu pottunum, sko. Þá tölum við saman, óháð stétt og stöðu, þá verður eitthvað samtal. Og það fræða fólki í Stanford, háskólanum í Bandaríkjunum, var að skoða þessa polariseringu, tegstu þetta. Og bara fólki sem yst á hvorum vægnum eða með eitthvað málefni og fengur fólki til að koma saman í einhvers konar umræðuhópa, ég kalli þetta the magic sauce of democracy, töfrasósa lýðræðisins og það sem að þessar fyrstu niðurstöðu gefa til kynna að fólk svona, það mildast í skoðunum sínum, það nær meira saman, það fær meiri samkennd með þeim sem eru ósamála og sumir jafnvel skiptum skoðun og þetta rosalega svona stórt mál sem tengist þessum samfélagsmiðlum og samskiptum að leið og við samskiptin fara á samfélagsmiðla þá verður meiri skautun, meiri polarisering, því við erum ekki að tala saman, við erum ekki að tengja heldur en í auglitis til auglitis samskiptum. Dæmum þetta þegar Haraldur Þorsteinsson átti í þessum
við ræðum þarna við Elon Musk á Twitter og samskiptin voru mjög harðskeytt og Elon Musk var mjög, þú veist, hann var hrokafullur og dónalegur og allt það og svo áttu við vídeosamtal og sem að svona leystist úr málunum og Elon Musk sagði mér svo Twitter bara, Twitter engin staður til að eiga samskipti, skilur við, og það var svona koronaða. Og við getum að gefa okkur það, ef að vídeosamskipti eru þetta miklu betri en samskipti á Twitter, hversu mikið betri eru þá samskipti auglitis með við vídeosamskipti. Sko. Það alveg rosalega munur, þannig að það skiptir svo miklu máli að við eigum samskipti við hvert annað í raunheimum sem að bæði lætur okkur líða betur, sendir alls konar skilaboð og allt það, dregur úr polariseringu og öllu þessu og hefur bara mjög góð áhrif á okkur. Þannig að það svona kannski svona stór partur af þessu. Ég í félagsskapa sem hefur lært þetta að við tökum ekki ákvörðun nema augliti til auglitis. Það sem að kynna mál, að setja sig inn í það, það ekkert að gera það í vídeósamskiptum. Í vídeósamskiptum ágætt til þess að kannski taka afstöð til mála sem hafa verið kynnt, sem bara svona rútínu, en svo í textanum, það sem á milli, þá má bara vera að reka eftir, þetta búið að gera þetta, eða eitthvað svolítið, það má ekki vera eitthvað sem að, því það getur leyst upp í eitthvað svona ágreining sem að oft engin innstæða fyrir. Sko. Nei, vegna þess að samskiptin eru svo, það búið að strípa þau svo niður. En þetta ekki sem ég að lýsa, að fólk lærir þetta smátt og smátt, eða ekki? Þannig að við kannski hafa ekki þá samskiptamilandi játt mikil áhrif á okkur. Við hljótum að læra á þau eða það kannski ekki þannig? Við bara að festast í gildrunni? Ég held við festast í gildrunni og ég held að við tökum þessari tæknivæðingu nútímans, við tökum henni svolítið eins og sér náttúruleg. Þetta náttúruleg þróun, sem þetta náttúrulega ekki. En við tökum henni sér náttúrulegri og þá trúum við á hana. Það allir að gera þetta í kringum okkur, stjórnvöld, opinberir aðilar, það allir að ýta okkur í átt að tækninni. Við verðum að vera með síman okkar, við verðum að vera með rafræn skilningi, við verðum að gera þetta. Það var í fréttum helgina, sá ég öll íslensk sveitafélög voru að taka upp spjallmenni til að svara fyrirspurnum. Það eru allir að beina okkur í þessa átt, skilurðu, og þá förum við að taka þetta sem einhvern heilansæling. Þetta bara gott og svona átt að vera og allt það. Og förum að taka þessu sem gefnu að svona eiga hlutirnar vera og þetta lítur að vera gott. Við aðlugum okkur bara þessu. Já, þetta lítur að vera gott, því að allir að gera þetta. Og stjórnvöld og allir eru að ýta okkur þanga og lítur þetta að vera gott. Verðmæti sem að tapast, það sem að við missum þá sjónar af. Ég ætla að taka dæmi að ég bjó eitt ár út í París. Og þar eru ennþá leifar af svona gömlum viðskiptaháttum í sambandi við mat. Þú veist náttúrulega að sé þetta, það svona ostabúð og bakari og slátrari og grænmetisali og enginn af þessu búðum það þetta yfirleitt fjölskyldurekið, það var þannig, það var hendur einhverja kæður byrjar að hreinsa þetta upp eins og það allar hörna í heiminum. Og þá það þannig að hjónin sem ekki ostabúðina, þau þekkja bændur og síðan þekkja þau byrgja og byrgi þekki bændur og eitthvað fleira. Og inn í þessu búðum að það byggir þetta á trausti og smátt þá byrjar fólki sem hún verslar við að það þekki þig, þannig að þú heilsar fólkinu og stundum veit fólkið sko smekklinn og allt þetta. Og þetta sem sagt keðja sem alveg frá neytandanum til framleiðandans sem að byggir upp á svona mannlegu trausti. Þannig að og vörnin svo að það svo erfitt að svíkja því að við hliðina eru síðan stórmarkaðanir og þar lappar inn og þú sérð ekki kaupmanninn og þú sérð ekki þann sem rétt af vörun og þá tekur eftir í mjög fljótlega að það byrja að ljúga stórkostlega að þér. 30% ódýrara, misan heitir hreisti og alls konar svona allir komin inn í heim hinna fullkomnu lygi. Og þá segir menn að við erum að hafa eitthvað svona aðferð til þess að verja neytandan inn í þessum helli líginar og þá erum við með síðasta neysludag, innihaldslýsingar sem að hitt kerfið þurfti aldrei á að halda. Þú þarft ekki kemur ekki inn til slátrara í Fraklandi og spyrðu síðasta neysludag. Þetta ekki í hug. Því þar eru svona verðmæti félagslegu töfra virka bara, ég get alveg sagt þér stórkostlega í samanburði við stórmarkaðin. Já, og þetta bara að tala annars við félagsauð og félagsauð byggir á þessu trausti og hins vegar að tala þessa stöðlun
og allt það. Þetta það sem að George Ritzer talaði sem McDonalds-væðingu samfélagsins. Það sem að nota McDonalds hamborgarakeðuna til að sína hvernig rationalismin eða skynsemisvæðing nútímans að taka yfir, að það verður alltaf vera skilvirt og fyrirsjáanlegt og allt það og það eigur arbærni og allt þetta og þetta snýst allt það. Þannig að samfélagi snýst allt það að allt sé skilvirkar og arðbærara. En á sama tíma og McDonalds borgarinn á að ná til fjöldans og veri eins alveg sama hvar hann framleiddur þá verður ekkert varið í hann lengur Þú veist, þá verður þetta ómerkilegt. Það engin svona, þú veist, það ekkert varið í vöruna og þannig við færumst eins og Ritzer segir frá því að hafa eitthvað sem var mikilsvirði í því að vera miklu minna virði, skilurðu. En við erum að fórna þessu verðmætunum alla daga. Já. Og það bara eiginlega, kannski þú ert að reyna að stoppa það, en það ekki margir sem er að reyna að stoppa það. Nei, og þess vegna ég að segja vegna þess að þetta bara fer fram hjá okkur, við áttum okkur ekki á og ég segi grundvallapunkturinn ef við áttum okkur ekki á mikilvægi þessa félagslega, skilur við. Og ég sá auglýsingu áðan, frá okkur svona fyrirtæki sem sendir heim bara, þú veist, ekki eyðileggja vikuna með að þurfa að fara út í búð, þú veist það. Og ég lít akkurat á þetta öfugt, ég fer alltaf út í búð, mér finnst það gaman, skilur, og ég segi alltaf hæfi kassastarfsmenn og þekki suma vegna þess að ég bara fæ mikið út úr því að fara út í búð að upplifa félagslega töfra, ég hitti fólk sem ég hitt og sé eitthvað sem ykkur tísku á, þetta flott og eitthvað og það ykkur sem spjallar við mig sem ég þekki ekki og allt það og mér finnst þetta allt ótrúlega gefandi og segir það að ég bara partur af samfélagi. Ef ég ekki út í búð, þá ég meira bara inni heima hjá mér, það þægilegt og það einfalt, en það vantar alla hennan félagslegu vít sem gefur mér eitthvað og gerir það manni, náttúrulega. Gerir maður manni og ég finn svona bara, þú veist, samvitund með öðrum, hvað að gerast í samfélaginu, þú veist, og kynnist fólki og allt þetta, maður fyrir að mis við allt það, Þannig þetta ekki vesen eins og búðin hann skilur þetta eru tækifæri í þessu að hitta fólk. Það eru raunverulega verðmæti sem við eigum að tegja okkur eftir, sem að við kunnum ekki að nefna. Já, kunnum ekki nefna og þess vegna ég svona þetta félagslega. Kunnum ekki að mæla. Já, og þess vegna ég kannski að segja að við þurfum kannski að breyta fókusnum aðeins Ég var í London daginn og þá labbaðum og það voru alls konar magic svona bara buzz orðið greinilega. Það var magic og öðru hverju skilti. Þú veist, Coca-Cola, bara sannir töfrar og einhverja sýningar og alls konar, það var allt magic. Og ég einfallega að segja það að við lítum alltaf á þetta yfirnáttúrulega eða og einhverja skemmtana iðnaðinn og allt þetta glamúr og allt þetta. Við lítum á þetta sem magical, að sjá Avatar í bíó, skilurðu, og eitthvað svona. Við lítum alltaf það eitthvað sem heilagt og stórkostlegt, en okkar eigi lífi bara svona mundane og hversdagslegt. Og ég eiginlega að segja það að Avatar í bíó bara fake, og Coca-Cola ekki töfrar, Coca-Cola bara dæmi McDonalds-væðingun og Coca-Cola alltaf eins, þetta bara efnafræði formúla, það aldrei neitt óvænt við að drekka Coca-Cola, en í félagslegum samskiptum, það alltaf eitthvað óvænt, alltaf eitthvað nýtt, alltaf sem gefur þér eitthvað, alltaf sem stækkar þig og allt þetta. Og þú meira sem þú leggur út í það því meira færðu tilbaka? Já, nákvæmlega, og þannig að við þurfum að svissa þessu og að líta á skemmtana innan og neysluvarningin sem heilagan og eitthvað sem stórkostlegt og kunna meta það sem við höfum sjálf vegna það raunverulega það stórkostlega í lífinu, Fólki í kringum okkur, félagslegu samskiptin, félagslegu töfrarnir og við þurfum að læra að meta allt þetta til að varðveita það, til að líða betur og samfélagi verið betra. Og líka þessa litlu atriði, ég ætla að segja aðra svona reynslusögu. Í COVID þá var ég á heilsuhælinu í Hveragerði. Það var ég var með bílaða mjöðum og bara funkaraði ekki, þannig ég var í 4 vikur þar og það var yfir COVID en það tókst að verja þannig að starfsemin var svo til eðlileg, það var bara ekki hægt að fara og raða á diskinn svona með sama hætti en maður hafði eðlileg félagsleg samskipti við fólk, satt bara og spjallað á kvöldin og fekk fólk til að segja sér ævisögu sína og svo veist og spjalla bara við einhvern í sundinu og allt þetta og svo þegar ég var búin hann í 4 vikur og þá sótti konan mín mig og þá hafði verið fullkomið lockdown eiginlega, eins mikið það var og hún sótti mig og ég fann það að ég þekki náttúrulega konuna mína
þá allt í einu fann ég hvaða ég hafði notið þess að eiga í þessum sko hversdagslegu einföldu samskiptum við ókunnuga og svona kynnast fólki og allt þetta í sama því ég fann að það vantaði í að ég fann það á konunum minni að hún hafði mist þetta og ég hugsaði, þú veist, bara holy shit að enginn hafi verið að benda okkur á mikilvægi þessa, þú veist, einföldu samskipta sem við eigum við en að hversdagslegu samskipta við annað fólk. Ég held að fólk sé svolítið eins og það er svolítið að finna þetta núna án þess að geti kannski fest fingur á þessu, skilur. Það eru tölur sem benda til þess og rannsóknir sýna það að kannski hlutfall fólk sem fyrir læknis, það fyrir heimilislæknis, það er ekki að sækja bót meina sína, sko, það er að fara að fá félagsskap. Hárgreiðslukona sem klippi mig, hún sagði sko þegar ég færi eldra fólk það vil bara spjalla, vil ekki fara að fara á barinn dæmi þetta sem að barþjóðin svona sálusorgari nú eru komin svona vélmenna barþjónar sem blanda drykkið skilurðu. Það mun örgulega setja í það svona spjallforrit þannig að þú getur sagt honum Já, nákvæmlega. Og það minnir mér myndin Hör með Joaquin Phoenix sko, hann átti kærustu sem var eitthvað svona virtual og voða ánæður en svo var hann ekki eins ánæður þegar hann fattaði það að hún átti sko 40.000 kærasta sko, ekki bara hann. En svo var athyglisvert mál sem gerast á Spáni í fyrra. Það var spænskur ellilífeyrisþegi, hann fór í svona skarherrur gegn spöngum bönkunum sem voru að loka útibúum og segja alltaf að þú verður að eiga bankaviðskipti gegnum app. Og spænskur ellilífeyrisþegi og hann fór í og startaði undirskriftasöfnun og gekk voða vel og þetta mál fór á flug og forsætisráðherra komin inn í þetta vakti heimsathygli og hann var að segja bara sko bankarnir eru að svona taka mennskuna úr samfélaginu og samskiptunum með þessu og ég læti ekki koma fram við mig eins og eitthvað fáita eins og það sagði ég sko þú veist við erum bara fólk og ég erum bara búin að skipta við banka í 60 ár sko og það gerði það verkum að bankarnir bökkuðu og opnuðu eitthvað út í búinum aftur en þetta er það bara sem fullt af fólki svolítið að finna og líður þannig án þess kannski að geta sagt eitthvað eða benda á það vegna þess að bæði er þetta ósýnilegt, það eru allir að fara þarna, það bara hallarislegt að vera á móti tækninni, skilur maður bara old man yells at clouds, skilur það bara hallarislegt og við eigum að vera það er framsýni og tæknin leysir alls konar mál og allt það, þannig að það búið að selja okkur þá hugmynd að við eigum bara að taka þessu sem gefnu og svo líka eins og Emil Durkheim sagði, hann með að tala félagslega staðreyndir, social facts. Það þessi hlutir allt í kringum okkur sem að stjórna okkur. Segja okkur mælikvarða, hvað má og hvað má ekki, hvað við erum að gera og allt það. Og félagslegu staðreyndir þetta núna eru bara það að tæknin bara jákvæð, hún að koma okkur inn í framtíðina, við eigum öll að taka upp tæknina, þetta verður allt svo einfalt og það rosalega erfitt að brjóta gegn því. Þegar þegar allt að ýta mann í sömu áttina, þó mann líði ekki vel með það maður kemst ekkert upp með annað að það enginn sem að tala máli manns og það enginn sem að berjast eins og San Juan á Spáni og þá bara svona lætur maður þetta bara í þessi ganga. Vegna þess að maður félagsvera og hópdýr. Vegna þess að maður félagsvera og hópdýr. Já, við háður því að vera í hjörðinni. Þú vilt ekki vera skilin eftir þar í hjörðin fyrr. Nei, við fylgjum hópnum og svo bara, þú veist. Þá kemur að spurningunni, að því við erum búin að greina vandamálið til staðar og greina hvernig það birtist í samfélaginu og að það sé neikvætt á margan hátt. Og þá er spurningin hvað þetta ráða? Þessu verður, já, það ráða sko. Og þú er búin að lýsa yfir að sumuleyti andstæðingur ríkustu fyrirtæki heimi. Já. Það ráðið, fyrsta lagi ráðið, við áttum okkur stöðunni. Skilur, bara eins og segir eitthvað kínvest gammalt máltæki, sko, fyrsta skrefið mikilvægasta skrefið. Það fyrsta skrefið við áttum okkur á að þetta ekki eðlileg þróun. Og ef að, ég las frábæra bókum þetta tæknivæðinguna, það sagði sko, Rebot, við þurfum sko að bara enduræsa, skilur, við myndum enduræsa þetta kerfi allt saman og byrja upp á nýtt, þá myndum við aldrei hafa það svona. Skilur, við myndum gera þetta öðruvísi. Tæknin getur verið stórkostleg og hjálpað okkur með ýmislegt en hún hefur verið hagnýtt í öðrum tilgangi skilur, og COVID kannski ýtti undir þetta að þetta fór í einhvern farveg sem var mjög óæskilur. Þannig að fyrsta máli það að við áttum okkur á stöðunni og við getum gert ýmislegt sem einstaklingar skilur, bara reynt að halda út í félagslegum samskiptum. Ég fer eiginlega alltaf á kassan
en ekki í sjálfsafgreiðsluna, skilurðu, þó að sé engin röð þar og við getum reynt að hafa áhrif á fyrirtækin sem við erum að versla við, sko, þú veist, ég var eitthvað daginn, það var eitthvað spjallmenn og gat ekkert og ég sendi post, skilurðu, en þú veist, það þarf einstaklingin að gera lítið en það sem að ég kalla kannski eftir að stjórnvöld, sveitastjórnir og allt það, hugsi sér nú kannski tvísvar áður en að fara sjálfvirkni væða samfélagið, sko, vegna þess að það hefur afleiðingar sem að á fólk í samfélaginu, þú veist, það ekkert slæmt við það í sjálfu sér að bjóða upp á spjallmenn á netinu. En ef þú ert með það, þá verður þú líka að vera með eitthvað sem tekur síman eða getur tekið á móti þér. Og það ekkert slæmt við afgreiðslukassa í sjálfstæðakassa í sjálfu sér. En þegar þetta safnast allt saman, þá verður þetta slæmt. Og það verður einhver að hafa yfirsýn með því og það hljóta að vera stjórnvöld og sveitastjórnirnar og stórfyrirtækin með sitt starfsfólk eða kuna eða þá sem í samfélaginu sem verður að hafa yfirsýn yfir hvað að gera sér samfélaginu. En það einhvern veginn engin að velta því fyrir sér vegna þess að allir að hugsa okkur, þetta gott, þá getum við svara fleiri símtölum með þessum hætti. Þetta verður skilvirkt að komast fleiri í gegnum kerfi þá getum við spara þessa peninga. Arðsemi fyrirtækin látin ráða uppbyggingu samfélagina. Já. Og þar með og líka þá sem að gerist þegar þetta lýsir þessu, þá sér maður fyrir sér svona almanna rýmið umbreytast og við erum að minnkar. Það rými sem er svona, við myndum geta sagt að tilheyrir bara samfélaginu og líðræðinu, það verður alltaf minna og við erum sífellt meira inn á svæðum sem stýrt af og fylgjast með okkur, ekki bara og líka það nær samfélagi svo mikilvægt að þarna á þetta samtal sér stað og leiðum við hættum að leiðum nærsamfélagi brotnar aðeins upp og það ekki einn sterkt og öflugt og allt það, þá minnkar allt þetta samtal, leiðum við færuð á netið, þá það kannski fólk sem annars staðar en ekki í nærsamfélaginu sem nýtist okkur ekki eins vel og meira segja í nærsamfélaginu út á við, þá náttúrulega verið að reyna að fjölga eftirlitsmyndavélum og allt þetta sem líka partur af þessu, skilurðu. Þannig að þetta, þú veist, það verið að þrengja á okkur hvað þetta var það líka, sko. Þekking á nærsamfélaginu, það var einna lærdómum hrunsins 2008 að bankar voru í gamla daga byggður upp þannig að það voru útibú sem hlóðust upp og þannig að útibústjórinn hann þekkti sitt samfélag, vissi það að það var hægt að treysta þér og þínu fólkið, þekkti, þú veist, atvinnugreinin þín væri svona og þarlega með það væri svona traust svip og ég var að lýsa á það með matvæladreifingu í París að það gekk á milli traust og þannig byggðust bankar upp. En á 10. áratug síðustu aldar þá voru þetta skipt út fyrir reikniformúlur sem að reiknuðu áhættu og kerfi hrundi bara örfáum árum setna og aftur að fara að hrynja núna og mun hrynja reglulega þangað til að við byggjum þetta upp á einhverju svona mannlegum skala. Og þegar við sjáum þetta aftur og aftur, við sjáum þetta upplýsingaöldin, hún bara upplýsa vísinda og afhelgum samfélagsins, þá var samfélag allt svona skilvirkara, þessi rationalismi fór að ná yfir allt. Við sjáum, Max Weber talaði mikið þetta og járnbúrið, Iron Cage, við erum föst inn í ykkur járnbúri og bjúrokrasíu sem að gefur okkur ekki neitt og fyrir okkur öllu og allt það. Svo á 20. öldinni þá kemur eitthvað svona dægumenning til fyrir að leyfa okkur að hafa gaman, Elvis Presley og Beatlarnir og eitthvað og við getum loksins fara að við sáum það að bara okkur fara að líða illa, Taylorismin í verksmiðjum og allt það var að fyrra mannin af eðli sín og allt það. Svo kemur dægumenningin með eitthvað svona sem við getum sleppt fram á okkur beislin og allt þetta, en nú er komin þangað að við eigum ekki þessa stundir, þessu er öllu stjórnað af einhverjum markasöflum sem að við höfum kannski ekki ráð á og við höfum tapað, eins og ég sagði það, við höfum tapað þessu rými okkar fyrir félagslega samskipti sem eru á okkar forsendum. Þau eru alltaf á forsendum einhver annara, það sem við kaupum aðgang að félagslegum töfrum í gegnum kreditkortið okkar. Og það kemur ekki í staðinn fyrir það samfélag sem við byggjum á millum okkar og við kalla menning. Nákvæmlega. Þannig ég finnst þetta að vera risastórt mál og rosalega mikil og hröð þróun í þessa átt og þess er mikilvægt að strafið og átt að segja á mikilvægi þessa félagslegu töfra sem myndast í félagslegum samskiptum. Við kæra þakki fyrir að koma hingað og ræða þetta mikilvæga mál og við munum halda áfram að ræða þessi mál hérna við rauðaborðið vaxandi vanlíðan í samfélaginu og hvernig kannski samfélagið á millum okkar sé að leysast upp á tækniöld. En við skiptum yfir í annað eftir augnablik.
Já, það deila upp í háskóla sem áhugaverð. Það verið að breyta vinnuaðstöðu hjá fólki og það veldur svona kurr og vangaveltum hver það sem að mótar vinnurýmið. Til þess að útskýrta fyrir okkur hingað komnar 2 starfsmenn á háskólanum. Auður Magdís Auðardóttir og Íris Ellenberger. Verið velkomnar. Takk. Heyrðu, hvað snýst þetta? Það á að breyta ykkur? Já. Ný húsakynni? Jú. Sett menntavistasvið að flytja á það sem áður hétt Hótel Saga og mun heita Saga. Já. Heilbrigðisvísindasvið að fara í nýtt húsnæði líka, tengt nýja spítalanum og svo hluti af hugvísindasvið líka að flytjast á milli húsa og þetta svona það sem við vitum að á teikniborðinu bara allra næstu missunum. Og í öllum þessum tilfellum sem sagt þá akademískt starfsfólk ekki að vera í litlum einkaskrifstofum eins og hefur verið alla tíð, heldur að fara í svokölluð verkefnamiðuð vinnurými. Hvað það? Verkefnamiðuð vinnurými eru svona það sem í rauninni fáir veggir, þó einhverjir, en það svona svæðin rýmin skipt upp í svæði, það sem til dæmis næðisrými, það sem bara alveg þögn, þú mátt ekki tyggja og mátt ekki tala við neitt og þetta bara, bara eins og bókasafni og svo einhver svona skrifborð þar sem má kannski aðeins tala saman, það annað svæði, svo eitthvað svona fundarsvæði, svo fundarherbergi, þú kannski ræða einhver einkamál og vilt gera það með lokaðar dyr, en allt þetta þarftu einhvern veginn að bóka fyrirfram eða svona navigera. Þú átt ekki þinn svona box. Miðað við þær upplýsingar sem við fáum þá áttu ekki þitt eigið skrifborð, heldur ert að flakka milli þessara svæða eftir því hvernig vinnu þú ert að sinna frá klukkutíma til klukkutíma og ef þú stendur upp í meira en klukkutíma eða meira en 1,5 tíma að þá þarftu að skilja borðið eftir hreint þannig einhver annar getur komið að tekið það sem gerir það verkum þú ert að taka allt í tátask með þér hvert sem þú ferð. Mátt ekki skilja eftir margar opnar bækur á skrifborðinu? Nei, þetta svona það sem við komumst næst því að sé í gangi, já. En af hverju viljið þetta ekki? Þetta náttúrulega, hvar maður að byrja? Ég sé alveg fyrir mér að ég verði þarna að hlaupum á milli einhverja rýma með fótskemil minn og bækurna mínar og þetta náttúrulega ekki vinna aðstæða fyrir neitt mann. Þannig þið fáið ekki litla skrifstofu, þetta ekki til viðbótar? Þetta bara ykkar aðstæða? Þetta bara okkar aðstæða, við fáum hvorki... Allt ykkar hafa taska þarf bara að vera í töskunni? Við fáum, annarkvæmt í töskunni, fáum mögulega eitthvað skáp eða eitthvað. Allar okkar bækur sem við þurfum að nota við okkar vinnu verða einhvers staðar á einhverjum gangi. Það sem við þurfum að, vonum bara enginn fái lánað. Bækurnar okkur eða fólk skilið þeim aftur ef við viljum finna þér. Þannig að þetta svona, við höfum enga bækistöðu, hvorki sér skrifborð, nýja litla skrifstofu, og þurfum að vera á þeytingi og bætist þér náttúrulega bara mikið auka álag að þurfa að bera allt sitt hafurtakst náttúrulega bæði á milli en svo líka þetta þurfa alltaf að vera að bóka hlutina fram í tíman og svo náttúrulega maður þá ekki óvænt koma upp á, maður má ekki fá símtal frá nemenda eða eitthvað erindi sem að maður þarf að sinna með litlum fyrirvara að þá einhvern veginn allt komið í uppnám og öll plön farin út í þúfur og maður situr einhver staðar, ég veit ekki hvar Hvernig er þetta plan? Er þetta ekki byggt á, hvað heitir það, þarfagreiningu, samtölu við starfsfólkið, hvernig það vill helst að vinna? Sko kannski bæti þegar við líka áður en við svörum þessu er að þetta svona, þessi lýsing er svona það sem við komumst næst því að við teljum að þetta sé það bil það sem að sé að fara að gerast en það er ekki alveg kristaltært en það er búið að segja samt, þetta verða verkefni með vinnurými og þetta sem við erum að tala hér er bara það hvernig slík rými fungera erlendis. Já, við googlið það bara. Já, við bara lesum fræðigreinar þetta, við sjáum líka hvað þetta ráðgjafa fyrirtæki sem að háskólanum með sér til ráðgjafar, hvað þau hafa gert áður til dæmis í háskólanum með Sydney, við erum búin að finna hvað umgengnisreglur voru settar þar þessi rými svona til að reyna átt og gráði hvað verið í gangi. Ok, en hvernig líka fólkinu þar við þetta? Það er mjög erfitt að grafa upp upplýsingar það, en ég sé samt á heimasíðu stéttarfélagsins hjá háskólanum í Sydney að þá komu kvartanir þangað. En við vitum ekki nákvæmlega hvernig það fór, því það er nokkur ár síðan það var, en það voru allavega svona, það voru kvartanir í gangi þar og en það er pínu óljós hvað er að fara í gang
þannig að það líka mjög óþægilegt sko. Þannig að það hefur í rauninni engin svona lýðræðisleg umræða farið fram innan háskólans, þar sem að það bara kynnt, nú bara að fara að eiga sér stað grundvallar breyting á því hvernig við vinnum og hvernig við skipulagi vinnrými, þú veist, þessi umræða og það hvort að það sé góð hugmynd hefur ekki farið fram sko. Það hafa farið fram einhvers konar þarfagreiningar sem hafa verið að mörgu leyti mjög gallaðar til dæmis var spurt sko, hvernig viltu vera á tveggjumannafundi, hvernig viltu vera þegar þú ert að gera þetta, hvernig vinnurými viltu gera hitt og það var engin valmöguleiki fyrir mig til að segja ég vil vera á minni einkaskrifstofu í 90% af þessum tilfellum. Það var bara ekki, ég gat ekki haka við það, bara svo dæmis ég tekið sko. Og við höfum heldur aldrei verið spurð hvernig aðstæða hendar ykkur, hvernig aðstæða getur þið sætt ykkur við. Þannig að við höfum aldrei verið spurð beint út hluti, við fáum heldur ekki sko, fáum engar beinar upplýsingar einmitt til dæmis verða verkefna með vinnurými, eða þetta er alltaf kallað verkefna með vinnurými og alltaf þegar við tölum já, opin vinnurými slæm, að þá okkur sagt já, nei, en þetta eru verkefni með vinnurými, það er miklu betra og þá bendum við á, já, en það er hotdesking í verkefni með vinnurými og þá fáum við, já, nei, það verður ekki hotdesking og þannig að svona ákveðin upplýsingaóreiða í gangi talsverð upplýsingaóreiða í gangi sem er náttúrulega líka svona eykur á svolítið okkar óöryggi og einhvern veginn svona hefur mjög mikil áhrif á okkur sko. Þetta er ekki byggt á vilja starfsfólksins, ekki greining á það, þannig að þá lítur að vera eitthvað svona hugmynd hjá háskólanum að vinnuaðstaðan eins og núna sé ekki góð fyrir hvern, er hún ekki góð fyrir háskólan? Já, fyrir fjárhag háskólans mögulega. Það ekki meira pláss? Já, þessi verkefni við vinnurými koma náttúrulega betur út í Excel af því þú kemur fleira fólki fyrir og færri fermetrum. Þannig að þar með lítur Excel-skjalið betur út. Aftur á móti er í því Excel-skjali samkvæmt erlendum rannsóknum og samkvæmt til dæmis vinnustofnun eitthvað álíka í Noregi benda á það að inn í þetta Excel-skjali er ekki reikna með til dæmis að veikindi aukast í svona fyrirkomulagi á milli 10 og 20%. Langtíma veikindi einnig, fólk dettur út á vinnumarkaði í auknum mæli þegar það er ekki með sína prívat skrifstofu. Þannig að það er ekki reiknað með í Excel-skjali sko, heldur bara einhvern veginn fermetrarnir og svo er okkur svona, já, þú veist, kynning sem við fengum frá Framkvæmdasýslu ríkisins, alls konar fullyrðingar eins og þetta sé svo umhverfisvænt sem að ég áttum ekki að nákvæmlega nema þá kannski þú kemur fleira fólki fyrir, þú veist, já. Færri fermetrar? Byggingariðnaðurinn mengar? Já, það er þannig, en þú veist, það er náttúrulega lengi búið að byggja sögur, sko, þannig að, þú veist, við höfum svo margar rannsóknir það hvernig verkefni með vinnurými fungera hjá akademísku starfsfólki og allar þessar rannsóknir mögulega fyrir utan einhverja eina ég veit ekki með eina allar þessar rannsóknir að það er einhvern veginn benda allar á það sama að þetta er eitthvað sem að gengur illa upp eða allavega kemur mjög niður á velferð starfsfólksins velíðan þess og heilsu líka niður á rannsóknum afköstum og ég meina við erum það er búið að búa til umbunarkerfi við Háskóla Íslands þar sem að sko okkar í rauninni okkar kjör að þau byggja rosa mikið á því hversu marga greinar við skrifum eða bækur sérstaklega greinar í alþjóðlegum tímaritum þau skipta mjög miklu máli og það segir sig sjálft að þegar sko eitt svið hluti starfsfólksins býr ekki við gott næði að þá náttúrulega verða þessi afköst sem er alltaf verið að reyna ýta undir hjá okkur að þau verða ekki eins mikil þannig að þarna er verið að búa til í rauninni ójafna aðstöðu starfsfólks og ég veit að það er einhver hugsun að öll verðum við komin í svona vinnurými eftir eitthvað tíma en samt sem áður er fólk að flytja núna held ég bara á þessu ári inn í glænýtt hús íslenskra fræða og þetta er fólk sem er ekki að fara úr því húsi eða verður ekki farið í að breyta þeirra vinnuaðstöðu næstu áratugina þannig að það sé þessi sjálft að fólk sem er þar og það býr við miklu þar eru engaskrifstofur já, það eru engaskrifstofur í nýju húsi já, gamalli teikningur já Já, þú veist, 15 ára kannski teikningu. Já, og það er ástæðan fyrir því að þar eru engaskrifstofur, sko. Rútíminn kom og breytti. Sko. En þetta var reynt í Háskólanum í Malmö, þar eru við með ansi gott svona upplýsingar hvað gerðist þar var glæný bygging sem heitir
Niagara byggingin við Malmö háskóla sem að var byggð í kringum 2017-18 cirka og fékk hönnunarverðlaun þegar hún var vígð af því hún þótti svo flott. Og innan 2 ára, ég held að það hafi kannski bara verið rúmt ár, þá var hún öll endur byggða innan af því að það vildi engin, það voru allir farnir að vinna heima hjá sér. Og svo náttúrulega bara hluti starfsfólk sem að hefur aðstöðu til að vinna heima hjá sér, sko. Þannig að, já, fólk bara nýtti ekki þess aðstöðu að því hún hentaði ekki til akademískra starfa, en Háskóli Íslands algjörlega neitar að horfa á þessa reynslu og rannsóknir erlendis frá því nú ver og miður. Þið eru ekki ánægð með þetta og ég sá hann Arngrímur Vídalín, hann var að skrifa, hann ekki ánægð með þetta. En þetta almenn óánægja, myndu þið segja það? Eða eru þið örlítill minnum? Nei, ég meina það eru 600 manns búin að skrifa undir yfirlýsingu undirskriftalista sem að er verið að safna gegn þessu fyrirkomulagi. Það er almenn... Já, ég ætla alls ekki að segja allir séu óánægðir, það er ekki þannig. Það er alveg fólk sem spennt fyrir þessu og líst vel á þetta, bara svo það sé sagt. Við gerum kannanir sko bara í okkar... Sáhópur er ekki meirhluta. Við gerum kannanir, deildum okkar beggja, þar sem við báðum fólkum að svona, segja hvernig þeim litist á svona aðstöðu og niðurstöðuna voru í yfirgnæfandi meirhluta neikvæðar. Ég held að hafi enginn minni deild mert við að þeim litist vel á það. Já, ég held að það sé sama er ekki mjög svipað. Þetta breyst í að því að þetta sé nútímalega ekki. Hafið þið spurt ykkur hvort að þið séu bara Því ég svolítið haldið að okkur og mögulega séum við of gamaldags. Þetta séu bara íhaldsemi og leið og þið látið undan því og komið inn í opna vinnurýmið og þá mun ykkur líða miklu betur. Þetta er mantran sko, en þú veist þá... Hvernig hugsið þið þegar að vera að segja þetta við ykkur að það sem ykkur finnst er kannski bara byggt á því að þið eru bara íhaldsamar og þið kveikið ekki á þessu? Já, en sko þá, þú veist, að því maður er nú bara allan daginn að kenna akademísk vinnubröð og gagnrýna hugsun og allt þetta sko, að þá hef ég til dæmis beðið sko, ég hef sendt pósta til yfirstjórnar þar sem ég segi, heyrðu, hér er ég búin að taka saman þær rannsóknir sem til eru á þessu og þær eru ekki þessu fyrirkomulagi í hag, þær eru það rannsóknir sem þið byggja ykkar afstöðu á og ég hef ekki fengið eina einustu senda tilbaka. Þannig að þú veist, leið og það er sagt þetta er bara gamaldags íhaldssemi, þá segir nei, þetta er stutt gögnum. Þú veist, það er þannig sem að ég vinn og það er þannig sem ég kenni nemendum mínum að vinna. Þannig að það er svolítið svona það sem við erum að reyna að gera sko. En sko háskólinn líka ber það fyrir sig að þetta sé framkvæmdasýsla ríkisins sem að kemur með þessar ordurur í rauninni og að háskólinn sé ekki sjálf valdur sína húsnæðisstefnu. En nú bar svo við að þessi undirskriftalisti svældi út þær upplýsingar að framkvæmdasýsla ríkisins hefur ekkert umboð yfir húsakosti háskólans en það er háskólinn með sitt eigið fasteignafélag og þessi hefur mér vitandi ekki verið svarað frá rektor eða það hefur ekki verið skýrt hvernig stendur á þessum misskilningi sem að greinilega hefur verið uppi en já, þetta er athyglivert sko, þannig að það þyrfti að fara fram einhvers konar lýðræðisleg ákvarðanataka það hvernig háskólinn ætlar að móta sína húsnæðisstefnu og að það sé gert samkvæmt sko rannsóknum og gögnum. Og í samráði við starfsfólk að sjálfsögðu. Sem að skiptir máli á öllum vinnustöðum, sérstaklega í háskólunum það sem er byggt svolítið á lýðræðislegu kerfið, ekki? Það er það sko. Það ætti að vera það. En já, virðist ekki vera allstaðar í raun lýðræðislegt. Við höfum allavega aldrei verið spurð beint út í hvort þetta sé eitthvað sem við höfum áhuga á eða hvort þetta er eitthvað sem myndi henda okkur. Já, þannig að þetta virðist vera gert í beinleiðis í andstöðu anstöðu við talsverðan hluta starfsfólks en samt á að keyra þetta gegn. Er þetta langt komið? Haldið þið náðu að breyta þessu? Við erum að flytja að sögu hausti 2024. Mér skilst að þarfagreining þessa hollenska ráðgjöfufyrirtæki sé á lokametrunum. Það er náttúrulega búið að halda mjög marga fundi með starfsfólki með þeim sko, en þeir fundir, þú veist, það er alltaf augljóst að það er verið að fá okkur til að hanna útfærslu af verkefnið með vinnurými. Það er í rauninni markmiðið með þeim fundum. Búið ekki að megin línunar þeim aðeins snika þeim til. Já, þannig að það eru lokametrunum, þannig ég býst við að teikninga frá þeim fari fljótlega að líta dagsins ljós, en ég meina að það er ekki búið að fysiskt byggja neitt af þessu innan stokks, svo ég veit þið, sko. Þannig þið getið breytið þessu? Við höfum full að trúa því. Við reynum allavega. Við reynum allavega og við förum ekki, þú veist, að við berum líka bara, sko, hag Háskóli Íslands og hag, sko, menntavísindasviðs fyrir brjósti, að því að, þú veist, reynslan erlendis frá sýnar að þetta
verður ekki gott fyrir bara starfsemi háskólans og það það fyrst og fremst sem að knýr okkur áfram í þessu og í að gera þessar athugasemdir því þetta ekkert að skapa okkur neina vinsaldir hjá neinum sem að ræður þarna, sko, þú veist, en bara, já. Já, og svo tölum ekki hag nemynda okkar, en þessar rannsóknir hafa líka sýnt að samskipti kennar við nemynda verða erfiðari, það verða lengri boðleiðirnar vegna þess að þegar allt í einhvers konar opnum rýmum og það auðvelt að komast inn á hæðir, þá þarf að læsa þeim til að tryggja fyrir þjófnað og eitthvað í þeim dúr, þannig að þeir þurfa að panta tíma í það sem lítið fundarherbygging í nákvæmlega, í staðinn fyrir að setja bara vað inn á skrifstofuna okkar. Það ekkert hægt að droppa við lengur, sko, þegar maður komin í svona aðstæður og þessar rannsóknir hafa alltaf sýnt að einmitt samskipti við nemyndur verða verri. Þannig að það náttúrulega alls ekki það sem við viljum. Það er í uppreist, Hjálpum. Já, við erum að reyna. Gegn nútímavæðingu. Það oft notað til þess að ljúga hlutum upp á fólk að þessi nútímavæðing. Já, það hefur sko, við höfum fengið það svolítið frá þessu hollandska fyrirtæki sko að við þurfum bara átt okkur að því að akademíkar starfa ekki þannig lengur að þeir séu bara einir inn á einhvern ríkfellnum skrifstofum og skrifi þar bók og komu út að 10 árum loknum og þú veist, fái ofbirtu í augun af sólarljósinu. Það eitthvað svona mynd sem að dregin upp af vandstöðum. Sem andstæðingurinn sem þeir alltaf fella. Já, sem að einhvern veginn svo ótrúlega óþægileg og ósamgjörn sko lýsing. Þetta algjör skrýpamynd sko. Sem líka áhugavert í ljósið þess að þessi andstæða kemur mjög mikið til frá sko, fólki sem tiltölulega ungt svona, í svona skilningi háskólans. Þetta fólk sem er hérna á til dæmis börn sem eru heima á óþægilegum tímum að maður ætla að vera eitthvað að vinna heima hjá sér, við erum mjög svona, það kemur frá okkur sem eru svolítið háði að hafa gott næði í vinnunni og hafa gott rými þar en við höfum ekki neitt annað að fara. Þannig að ég veit ekki alveg hversu vel það samræmist í að vera eitthvað gamaldags og viljingabreitingar. Nei, einmitt. Heldur þetta kemur þetta bara af nauðsyn. Við þurfum næði til að sinna vinnunum okkar. Við getum ekki fengið það neins annar staðar heldur en í vinnunni. Og þá eru þessi verkefni með vinnurými ekki að veita okkur það næði sem við þurfum. Svo skarast þetta líka svolítið á við svona bara réttindi fólks með ólíka líkamlega færni til að vera í vinnuaðstöðum sem að þeim hendar. Því að við erum náttúrulega annars vegar með við erum með starfsfólk sem notar hjólastól til dæmis og sem er bara mjög augljóslega fatlað fólk sem að svona vinnurými myndi aldrei henda og ég nú þegar búin að sjá einhver svona klefa sem eiga að vera eitthvað svona næðisrýmis klefar, það bara svona risa þröskuldi þar uppi og borðið svo þröngt sko að maður getur heldur ekki verið neitt sérstaklega stórmanneskja en svo eru við líka með hóp sem eru með ósynlega skerðingar sem að Háskóli Íslands veit ekki af, bara fólk sem er með mígreni, fólk sem er með áfallastreitu, sem er með vefjagigt, sem er alls konar svona undirliggjandi atriði sem að starfsmannastjóri Háskóli Íslands hafa ekki hugmyndum af því að þetta fólk er með engaskrifstofu og getur hagað sínu vinnuumhverfi eftir því sem að þeim hendar. En núna þetta verið að þvinga þennan hóp til einhvern veginn að koma út úr skápnum með þessa undirliggjandi þætti og í þeirri von að það fólk fái þá einhvers konar eitthvað sem að gæti mögulega henda þeim en þetta allt saman mjög óljóst hvernig verður leyst hefur ekki verið að mér vitandi safnaninum gögnum þennan hóp en það það einhvern veginn óþægilegt fyrir hópin en samt einhvern veginn nauðsynlegt þannig að þetta svona óþægileg klemma líka að þessu leyti sko. Ég held að margir þekki þetta sem hafa unnið í opnum rýmum. Já. Þau hafa kannski einhverju kosti og þeir hafa marga galla. Það þannig. Algjörlega. Herðu, Magdís og Íris, kæra þakki fyrir að koma hingað. Takk og nú ætlum við að snúa okkur að næsta máli eftir augnablik. Herðu, þá er komið að því að velta fyrir okkur hver staða smárra ríkja í heimi sem að tekur meira mið af heimsveldunum, hefur kannski alltaf gert það, en það er samt svona undarfærið sem að heimsveldin láta fara meira fyrir sér og þá eins og allir voru varið við á Íslandi að þá vaknaðu upp spurningar að þurfum við ekki að taka afstöðu, þurfum við ekki að ákveða í hvaða hópi við erum, hverju við tilheyrum, hvernig eiga smáríki að akta í svona heimi. Þannig komið hingað Hilmar Þór Hilmarsson, professor frá Akureyri. Velkomin. Takk fyrir. Þú varst að gefa út bók sem er smáríki í háskólum heimi. Þú náttúrulega ferði yfir þessi ríki. Þú tekur
3 ríkja flokka, Norðurlöndin, Eystrasaltslöndin og Vísegrad-löndin sem eru í Mið-Evrópu. En ef ég má spyrja þig, þetta ástand í heiminum, það nú voru að funda í dag í Moskvu, forseti í Kína og forseti í Rússlands. Ástandi í dag þannig að smáríkin þurfi að ákveða sig hvernig þau akta inn í þessum heimi sem að heimsveldin eru að svona skekja sig? Sko það spurning til dæmis hvernig Bandaríkin við erum undir öryggisreglu Bandaríkina. Það engin spurning og þessi lönd ég að skrifa eru 12, 10 þeir eru í NATO og þau taka all þátt í Evrópusamrunanum. Þau eru raunverulega formlega eða óformlega, af því að Svíþjóð og Finnland ekki komið í NATO, undir öryggisreglu Bandaríkina. Og það spurning hvort að Bandaríkin muni setja þessum löndum eins og það hefur gert við Ástralíu, sagt bara við annarkvort eru þið með okkur eða mót okkur. Og þannig að það alveg ljóst að samskipti Bandaríkjana og Kína eru alltaf að vera harðna, vera erfiðar og erfiðari. Og það alveg ljóst til dæmis að þessi lönd gætu haft mikinn haga því að geta átt viðskipti við Kína í framtíðinni en eru samt undir öryggisreglu Bandaríkjana og spurning hvernig þetta spila saman. Það er alveg ljóst að fram að þennan dag hafa Bandaríkin ekki skipt sér svo mikið af því þó að þessi lönd séu í viðskiptum við Kína svo framalega sem ekki verið að selja þeim vopni eða eitthvað sem eitthvað tæknivöru sem getur nýst í hernaði. Þannig að það hefur ekki verið. Það er nú komið samt svona athugasemdir að þú mátt ekki skipta við þetta fyrirtæki sem framleiðir síma eða... Já, þá ertu komið í tæknivörur sem gætu tengst hernaði. Þannig að sko við Íslandi erum ekki að framleiða slíka vöru, við erum að selja matvæli. En þeir gera athugasemdir við að við sem að kaupa tækin af kynverum, eins og til dæmis rátera og fleira. Já, það er náttúrulega öryggissjónarmið, þannig að þetta áttir að harðna. Þessi lönd náttúrulega hafa eins og þetta eru Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin og Vísegrad-löndin, þau náttúrulega eru hluti af Evrópusamrunanum, þau hafa ekki mjög spennandi nálgun. Eystrasaltsríkin er langveikasti hópurinn, þau eru alvegjulega berskjölduð, þau taka allt sem að þau geta tengjaði Vesturlöndum eins og hægt er. Þau taka Evrópusambandið, þau taka evruna eins fljótt og þau gátu og færðu gríðarlega fórnir til þess, þau fara í NATO og allt sem tengir þau inn í vestræn kerfi. Allt sem getur varið á fyrir Rússum. Allt sem getur varið á fyrir, þeir vilja tengjast Vesturlöndum órjúvanlegum böndum og gera hvað sem er, það færðu gríðarlega mikla fórnir. Og til dæmis gengu erinda Bandaríkin í Afganistan og allavega sem á sama tíma þau voru að loka skólum og sjúkrahúsum gengi mjög langt í að skera niður hjá sér í kreppunni 2008-2009 til að ná niður halla á ríkissjóðu og fullnægja kröfum Evrópusambandsins sem var ljótur leikur þess að tengist til líka björgun erlendra banka í þessum löndum, aðalega sænskir eða norrænir bankar. Þau ganga mjög langt í að reyna að skapa sér þá stöðu að þau séu örugg. Ef við skoðum Norðurlöndin þá eru þau út allt. Ég meina Ísland og Noregur utan Evrópusambandsins eru hluta Evrópska efnahagssvæðinu. Síðan eru 3 lönd þarna, Danmörk, Svíþjóð og Finnland í Evrópusambandinu en bara Finnland með evruna. Finnland algjörlega berskjalda með yfir 1300 kilometra langa landamæri, mjög óþægileg staða og Finnland náttúrulega vill er berskjald og vil tengjast eins og Eystrasaltsríkin eins nánu böndum eins og hægtir og það tökum eftir því að 95 fara Svíþjóð og Finnland inn í Evrópusambandið og það er engin tilvílun þessi tímasetning, hún er vegna þess að Sovétríkin féll 91 og hún leið og það gerðist þá treystuðu sér til þess að stíga þetta skref fari að sækja aðild að Evrópusambandinu eftir að Sovétríkin féllu og svo núna þegar að Rússland ræðst á Úkraínu og er veikt, það kemur ill út í hernaði, Úkraína er að ná miklu betri árangri, þá sjáðu sér hagi því að stíga skrefið að fara í NATO. Þau hafa alltaf vilja að gera þetta, en þau hafa, og sérstaklega Finnar hafa verið skynsamir að því að þeir velja réttu tíðanbúntana og þegar að þeir sækjum aðild, hvort það var Evrópusambandið, eða taka evruna, eða taka NATO, þá eru þeir alltaf tilbúnir. Ólíkt því sem við erum að tala um Úkraínu, það sem að Esturlendur að etja svolítið Úkraínu út í að fara út í eitthvað sem er hérna óraunhæft. Þannig að, og svo tekur Vísegrad-löndin, þá eru þau eru með, 3 þeirra eru með landamæri við Úkraínu, þannig að þau eru öll verða fyrir miklum efnahagsáhrifum, óþægilegum áhrifum af þessu Úkraínu stríði. Tékkland er miklu betur sett, sko, Slóvakía, Ungverjaland og Pólland eru þarna með landamæri við Úkraínu og svo Pólland og Rússland
og svo Hvíta-Rússland. En þetta óþægileg staða fyrir þessu lönd, en ef þú tekur lönd eins og Tékkland bara umgrýnt Evrópusambandsríkjum, Ungverjaland með Suðurlandamæri við fyrrum Júgóslavíu og þeir hafa eiginlega alltaf ekkert minni áhyggjur af því svæði, sko. Serbíu og þessum löndum, þannig að þeir til dæmis telja það að Serbía og þessi lönd þarna fyrrum Júgóslavíulöndin eigi að hafa forgang fram yfir Úkraínu að fara inn í Evrópusambandið. Þau hafa ólíka hagsmuni. En það náttúrulega Eystrasaltsríkin langmest berskjölduð og svo náttúrulega Finnland og svo náttúrulega líka Pólland í mjög erfiðri stöðu. Þeir eru með landamenn hérna við Kaliningrad sem herstuð og flotastöð. Þannig þessi lönd eru öll og Pólland eina landið sem hópið sem ég að fjallum sem er ekki smáríki. En eins og ég segi til að taka það saman þá voru 12 lönd með landamæri við Rússland af þessum löndum. 3 þeirra við Rússland og 3 þeirra við Hvíta-Rússland. Þannig þetta svona viðkvæmt svæði og þau þurfu öll að velta fyrir sér öryggishagsmunum. Þau eru öll undir öryggisreglu Bandaríkjanna en þau hafa líka hagsmuni vegna þess að Kína náttúrulega land sem með gríðarlega mikið fjármagn, að fjárfesta í gegnum 16+1 verkefnið sem ég hef nefnt í bókinni og að bjóða peningi genið Belt og braut, eða hvað þið kalla á íslensku, Belt and Road Initiative. Þannig að við erum að tala sko að þessi lönd gætu haft mikla hagsmuni af því að geta fengið fjárfestingapeninga frá Kína og verið í viðskiptum við Kína og Kína bara orðið það stórt í heimsviðskiptunum í dag að þú getur ekkert í sjálfu sér komist hjá því að verið í viðskiptum við Kína. Þú fær bara ekkert orðið hluti meira íhlutur meira í öllum tæknivörum og vörum með eitthvað frá Kína. Þau þurfa að vera í viðskiptum við Kína. Á sama tíma eru þau að treysta á Bandaríkin með sín öryggismál. Þannig að þetta ákveðin dilemma sem að þau standa frammi fyrir og það vekur athygli sko að eftir 30 ár frá því Sovétríkin féllu þá eru þessi lönd, Eystrasaltsríkin og þessi lönd, þau eru voðalega mikið þeirra vegakerfi og allt kerfið eru ennþá tengd voðalega mikið austur. Þeir vantar tengingar norður, suður og vestur og Evrópusambandið hefur bara ekki haft bolmagn til þess að hjálpa þeim almennilega með innviði og þetta það sem þessi lönd standa frammi fyrir og þess vegna eru þau spurning hvernig þau dansa, hvernig ætla þau að vinna með Bandaríkjunum í öryggismálum og verið undir þeirri öryggisreglíf og sama tíma verið viðskiptum við Kína. Þetta mjög mikið vandamál. Sum lönd hafa tekið upp harðlínustefnu eins og Litáin að opna Tævan skrifstofu í Vilnius sem mjög viðkvæmt og hefur leitt til það eru hörð samskipti milli Kínverja og Litá og sem leittir til þess að þeir sögðu úr 17+1 verkefninu og nú það 16+1 þannig að þetta mismunandi stefna. Ég held að Ísland þurfi að gæta sín í samskiptum við Kína, eiga vinsamleg samskipti. Það svolítið ólíkt að því þú búin að fara yfir að innrásin í Úkraínu aðkallandi mál fyrir mörg af þessu ríkjum út af því að þau eru bara með landamæri að Rússlandi og líka sögulega og fleira en þetta áeiginlega síst af öllu við Ísland kannski Ísland og Danmörk það ekki eins og sé einhvern veginn svona aðkallandi að þau þurfi að bregðast einhvern veginn við út af öryggishagsmunum eða það? Vegna Úkraínu. Já. Sko við náttúrulega höfum það, við erum náttúrulega í Norður-Atlantshafi og við erum ekki minni landamæri og kannski við hugsum ekki mikið landamæri, við erum ekki með landamæri, það skiptir alveg, okkar staðsetning skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Við áttum með vinsamleg samskipti við Rússland alveg þangað til að Krímskaja var tekin og vorum í viðskipti við Sovétríkin á sínum tíma. Við höfum átt vinsamleg samskipti við Rússland og Sovétríkin langan tíma. Þannig og við eigum vinsamleg samskipti við Kína. Bandaríkjum hins vegar vilja ekki við séum í miklu samskipti við Kína. Það sást til dæmis þegar Michael Pence kom hingað til Íslands. Hann kom til Íslands 2019 og hann þakkaði stjórnvöldum sérstaklega fyrir að taka ekki þátt í Belt and Road Initiative, Belt og braut, áður en að stjórnvöld voru búin að taka nokkra afstöðu til málsins og náttúrulega það auðvitað kenna Kínverjar Bandaríkjamönnum þetta og skamma okkur ekki þegar vita við erum svona lítið land, við eigum svolítið vegg að verjast, við erum undir öryggisreglu Bandaríkjana en þarna kemur ákveðið skilaboð, það ekki sagt, hann segir ekki, varafastin segir ekki við stjórnvöld, farið ekki í þetta verkefni, hann bara þakkar þeim fyrir að vera ekki í því á þess að þau séu búin að ákveða sig að vera í því eða ekki. Og þetta sýnir hvernig diplomatían í Bandaríkjunum svolítið. Þetta svolítið öðruvísi heldur var talað Kína og ég vísa bara Jól Árna Grímsson, hvernig hann talaði Kína og Indland að það veri ákveðin tækifæri í því fyrir Íslendinga að auka viðskipti við þessu lönd, þú kannastu þetta og það var að sömuleyti voru stjórnvöld að taka þátt í þið, voru sendinefndir og viðskiptasendinefndir og fleira til Kína, þannig að línan var svo að styrkja tengsli við Kína.
Já, ég meina auðvitað eru Kínverjar, ég hef heyrt á sögu til dæmis í hruninu 2008 frá prófessor í London School of Economics sem bara óformlegt, sem sagði það að Kínverjar hefði til dæmis talað okkar máli frekar í alþjóða gjaldeyrisjónum þegar Bretar og Hollendingar vildu ekki að við fengjum fyrirgreiðslu, vildu fyrst leysa Icesave. Þannig að Kínverjar geta, við þurfum að eiga opna brúti Kínverja ef úti það fer að biðja þá aðstoð. Jafnvel Indlandi, bara Kína kannski okkur nær því að Kína miklu stærra hagkerfi og það eru miklu meiri viðskipti. Indland ennþá langt á eftir. Indland náttúrulega lýðræðisríki en fyrir Kína skiptir máli fyrir okkur að eiga held í góð samskipti við Kína því að Kína, ef að Kína næri verkir landsframleiðslu Singapúr, og Singapúr aðalega Kínverjar, ef þeir ná verkir landsframleiðslu á mann, þá Kína orðið tvöfalt stærra hagkerfi heldur bæði Bandaríkin og Evrópusambandið samans og við viljum ekki verið í deilum við slíkan risa ef við komumst hjá því. En Bandaríkjamenn eru, sem að við erum undir vernd Bandaríkjana, þau eru að sannfæra okkur það að Kínverjar séu óvinir okkar. Það náttúrulega aldrei sérstakt ef þú horfir að bökkum að horfum á Rússland. Hvers vegna eru Bandaríkjamenn þegar að Kína þessi mikla ógn í deilum við Rússa? Það spurning. Á hverju Putin vildi þessum tíma fara inn í NATO og honum var bara sagt að fara í biðröð og hann taldi að vera niðurlæging og hann vildi ekki fara í biðröð, Lettlandi og minni löndum. Og svo Kínverjarnir, já, það náttúrulega Bandaríkin líta á Kína sem öryggis ógn við sig. Þeir vilja halda sinni stöðu sem ráðandi afl í heiminum og þar á meðal í Asíu á meðan að Kínverjar eru að þenja sig út og vilja sennilega hrekja Bandaríkjamenn úr Asíu og það sem Ástralar óttast að þeir munir hrekja það út þarna. Kínverjar hans hafa haft það vandamál að þeir eru með landamæri við 14 ríki og eru í deilum við þau eiginlega öll. Á meðan Bandaríkjamenn hafa þann lúksus að vera ekki í deilum, þeir eru Kanada og Mexíkó, það engin vandamál. Þeir geta verið bara rólegir í Norður-Ameríku og verið að flækjast allan heim í Afganistan og Írak og hvar sem er að flækjast í alls konar vandamálum og í stríðum eiginlega, bara Bandaríkin eru eiginlega stöðugt í styrjöldum og á meðan Kínverjar eru svolítið í vanda og löndið svo Víetnam, þetta eru öfluglönd sem þarna sem eru veita ákveði viðnám og það líka Filippseyjar sem þeir eru hafréttadeilur út á Suður-Kínahafi, Austur-Kínahafi. Þannig að Kínverjar eru svolítið í vandræðum en það auðvitað vilja að þeir losna við áhrif Bandaríkjanna úr Asíu og svo eru Kínverjar náttúrulega ekki bara komið með mjög mikil áhrif í Afríku. Heldur erum við að sjá þá í Suður-Ameríku með mikil áhrif og þessi Monroe-kenningin á sínum tíma, hún gekk út á það að Kínverjar að engin stórveldi ættu að vera í Ameríku, þá erum við ekki að tala bara Norður-Ameríku, heldur Suður-Ameríku og Mið-Ameríku en Kínverjar eru komnir náttúrulega inn í Suður-Ameríku, við sjáum það að löndið svo Argentína og Brasilia vilja fara í bandalag með Kínverjum, við sjáum það að Íran vill fara í bandalag með BRICS með Kínverjum og nú Sádi-Arabía líka að tala að fara í samstarf við Kínverja í gennum BRICS, þannig að við erum að sjá átakalínur. G7 leitt af Bandaríkjunum, ríkustu innríki í heimi og svo eru BRICS og þar eru Kínverjar og þar eru að myndast alveg gríðarlega öflugu valdablokk á bak við Kínverja. Og þetta er náttúrulega áhyggjuefni að það skuli ekki vera hægt að semja við Kína frekar en að líta á Kína sem óvin og auðvitað eru Kínverjar í mannréttindamálum að hafa þeir brotið af sér, það er engin spurning með það en það verður líka að hafa þau í huga að Kínverjar hafa lyft fleira fólki úr fátækt heldur en nokkuð annað ríki hefur nokkur sinni gert meir en 1 milljarði manna á fátækt og það er út af fyrir þessi afrek og að spurning hvort það verður ekki að líta til þess líka og að það sé hægt að breyta, ég meina Bandaríkjamenn hafa haft á stefna að breyta heiminum í eitthvað sem er í sinni mynd, það er alveg ljóst. Lýðræðisríki, gera lönd háð hvert öðru og integrera lönd inn í alþjóðastofnanir eins og alþjóðabankun og alþjóðagjaldeyrisjóðum og geta þannig stjórnað heiminum. Þessi fjölþjóðlega stofnanir sem Bandaríki standa fyrir eru undir stjórn Bandaríkjana og Kínverjar hafa ekki verið að hlýða alveg þessu og eru að setja fót sínar eigin stofnanir og þetta skapar ákveðna átakalínu sem ég held að er ekki skynsamlegar en ég meina ef að þú vilt vera í unipolar heimi, það sem er einn póll sem er Bandaríkin, þá lendur í átökum við Kína því heimurinn er að breytast í multipolar þar sem þú verður að skipta völdum á milli og Bandaríkjumenn vilja halda sinni stöðu. Já, en við erum ekki lítið land, við erum fámenn þjóð undir áhrifasvæði Bandaríkjanna
verðum við ekki bara að sætta okkur við það og að utanríkisstefna Bandaríkjanna þar með utanríkisstefna okkar. Það ekki eins og Evrópa sé eitthvað mótvægi við Bandaríkjanna. Sko það alltaf spurningi hvað mun gerast. Frakkar eins og óþekki lengur. Það spurningi hvað mun gerast. Ef að Bandaríkinn fara að færa sig meira og meira úr Evrópu, hvað gerir við þá? Það ekki eins og því séð að gera það. Þeir eru frekar að festa sig í Evrópu í Úkraínu. Þeir voru byrjar á því að færa sig, en svo hefur Úkraína náttúrulega sjálfsögðu tafið þetta mál. Að þau hafa tafið þetta mál að þar að segja Bandaríkin eiga ekki eins gott með. Sko Bandaríkin, það eru 3 svæði heiminn sem ekki það Bandaríkin máli. Það er Austur-Asía vegna Kína, það er Persaflóin vegna olíu og það er Evrópa sem skiptir máli. Þetta eru 3 svæði. Bandaríkin í vandræðum allsstaðar. Það er stríð í Úkraínu sem er proxy war. Stríðinu væri lokið í Bandaríkjum, maður væri ekki með sína tækni, sín vopnarna. Í Persaflóðum eru vandamál út af því að Persaflóðum, Sádi-Arabía er komin núna í lið, er að halla sér að Kína og Íran náttúrulega var alltaf að senda vopn til Úrslands og svo ertu náttúrulega Tævan og öll þessi deilur í Kína, kringum Austur-Asíu, þannig að Bandaríkin í vandræðum og þetta er átaka á öllum þessum stöðum og það er áhyggjefni. Fyrir okkur, við erum náttúrulega Bandaríkin voru fyrsta ríkið til að viðurkenna sjálfstæði okkar. Það voru linnar einhverjar tæpar 2 vikur, þá buðu Bandaríkin okkur að koma til Bretton Woods og stofna Alþjóðabankann, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, sem var mjög mikið mál fyrir Ísland á sín tíma, bara fyrir landi sem tákgrænt gildi. Danir gátu bara sendt 2 áheyrnarfulltrúa, við sendum stóra sendinefnd, einhverja 5-6 aðila, þannig að við vorum strax, höfðum háan prófíl í Bandaríkjunum, okkur er boðið í NATO 49, það gerði tvíhliða varnarsamning 51, þannig og við höfum haft, og það má segja það að þegar þorskastríði stóð yfir, eða landhelgisdeilan, þá voru Bandaríkjumenn með okkur, við höfum haft gagn af Bandaríkjunum að mörgur leiti og ég held að við þurfum að reyna að varðveita þetta samband en hvort við gerum allt sem Bandaríkin segja eða ekki er annað mál. Við þurfum að hafa það í huga. Þegar átökin aukast í heiminum að þá er það að krafa heimsveldana að þú gerir eins og þú ert í liðinu. Já. Og það er það sem ég er að segja, það er spurning hvað mun gerast, hvað mun Evrópa gera. Það eru sumir aðeins í Evrópu eins og Macron fórsti Frakklands sem segir að Evrópa verði að stofna eigin her og Evrópa verði að verða stórveldi, sko Evrópa náttúrulega er stórveldi frá efnahagslu sjónarmiði. Það er engin spurning, þetta er mjög rík lönd þarna frá efnahagslu korta Evrópa, en Evrópa er eina stórveldi sem er háð öðru stórveldi í öryggismálum og það er Bandaríkjunum. Hvað gerir Evrópa? Við höfum eftir að sjá það og hinga til hafa utanríkisviti gengið á milli Kína, Austur-Asíu og Evrópu, en það getur verið þrengt meira og meira að því og við stöndum frammi fyrir því kannski svo Ástralía gerir sem er sagt annarkvort með okkur og á mót okkur og Ástralía til dæmis, ef við skoðum þann heimsluta, óttast það að Bandaríkin muni vera hrakin frá Austur-Asíu fyrir það síðar og þá stendur Ástralía eftir hún er bara 25 milljónir mikið landflæmi, miklar auðlindir en þeir ráða ekkert við Kína og þeir eru ekki vissir hvort þeir geta treyst Bandaríkjunum en þeir urða að treysta Bandaríkjunum og þeir hafði ekki aðra valkosti, þeir ákvaða að gera það og þess vegna verði þetta ókus, þú heyrst talað um það, verkefni í gangi og reyndar held ég að það mál muni leysast þannig að Bandaríkjum séu raunverulega, þó ég viti það ekki en ég með grunar að það sé bara búið að lofa Ástralíu í kjarnakuvopnum ef að Bandaríkjum hrekjast frá Asíu. Það blasir eiginlega við, þetta er Ástralía, Bretland og Bandaríkjum, þetta er allt enskumælandi lönd, þetta er allt sama fjölskyldan og ef að eina leiðin til þess að vera í Ástralíu ef að það verður styrjöld er að Kína er að Ástralía sem í kjarnakuvopn þurfa að fá kjarnakuvopn kjarnakuvopn núna en það er að fara með þetta yfir í kjarnakuvopn en varðandi Evrópu, ég meina það spurningin verður evrópskur her og hvernig mun Evrópa bregðast við því ef hún færi ekki að stunda viðskipti við Kína og færi ekki að taka við fjárfestingapenningum það er eitthvað sem við eigum eftir að sjá gerast en það verður náttúrulega mun hægja og hagvist í Evrópu og það mun valda löndum eins og Þýskalandi miklum búsifjum ef þeir geta ekki stunda viðskipti við Kínverja. En Evrópa þarf að taka afstöðu hvort að þeir eigi að vera sjálfbjarga í öryggismálum. Já. Það er óralangt þangað til að slíkar ákvarðanir geta verið teknar. Það er að því bara í Evrópu þá er svo lítið samstaða hluti og það sem við erum ef við skoðum að Eystrasaltsríkin og Pólland, þau vilja alls ekki stofna evrópskan her, hvers vegna? Þau trúa á NATO, þau treysta NATO, alveg blind. Þau vilja ekki vinsa Bandaríkin?
Nei, og þetta eru bestu vinni Bandaríkjanna í Evrópu, þau treysta algjörlega, þau eru barnalega mínum að því stökum Litáin. Þeir eru í slag við Rússa, haturum slag. Svo er þeir óþarfa deilum við Kínverja og treysta á Bandaríkjur. Þau vita ekkert hverju eru fórseti Bandaríkjanna 2015. Það eru kosningar í Bandaríkjunum næsta ári og hvort að ef Donald Trump eða ykkur álíka að fórseti hefur ekki mikið áhuga á Litáin. Þannig að sko og það finnst mér óskynsamleg utanríkisstefna, held ég að Litáir séu flestur á móti því sem stjórnvöld eru að gera og við þurfum að forða slíka hluti að búa til óþarfa átakalínur. Nóg er vandinn samt, sko. Þú ætti að segja að smáríki verði svona tipla svolítið í kringum stórveldin. Reyna að halda öllu eins góðu mögulegt ekki augra neinum. Já, ég held að við erum vestrænt ríki, við erum með vestrænt efnahagskerfi, stjórnkerfi, gildi og mannréttindamál við erum með vestrænt gildi að við eigum engan kostanann að vera í hóp Evrópuríkja og Bandaríkjanna, við Norður-Ameríku. Þetta er okkar fjölskylda, við erum í þessu. Við erum NATO. Já, og ég held að það sé ekki, sko NATO hefur kost og galla, en ekki spurning. Og NATO hefur verið að gera hluti sem að mínum að þetta er ekki, eins og í Afganistan, alls ekki skynsamlegir. Þannig að við lifum ekki fullkomnum heimi, sko. En ég held að þess að við erum með í dag sé skásti kosturinn, en auðvitað verða smáríki eru á einhverju svona jaðri og að fara í átök að slag við stórveldi, við gerum það ekki, Íslendingar hafa farið í deilur við stórveldi í samanbyrju okkur, við höfum farið í slag við Breta sem er svona hér með 200 sem stærra hagkerfi við, en þá var það lífspursmál. Þú ferði ekki í slag við svona stórveldi nema að þú sér, og þá var efnahagslega sjálfstæð Íslands var undir og þá ferði í slag, en þú gerir það ekki annars og við gerum þetta og við fórum líka út á æsið þá að farið í slag og það enda reynda fyrir dómstólum, en að fara í átök við Kína bara til þess að gleðja Washington, það er ekki rétt og sumir segja mér þess að þá sko þegar Litáir fara að ógna Kínverjum með því að Kína líta sem ógn sko að þá við ferða að sko leifa Kínverjum að opna Taiwan Taiwan Office í Vilnius, það er eitur í beinum Kínverja og þá var sagt, sko, sögðu einhverju Litáin eða einhverju Bandaríkjunum, þetta væri svona Lithuanian Icelandic moment, sko, að þetta er svipað eins og þegar Ísland viðurkenndi Eystrasaltsríkin, þá er Litáin eiginlega viðurkenna Taiwan með því að leyfa þeim að opna svona hér er sendiráð en ekki alveg sendiráð, en auðvitað er þetta ólíku saman að jafna þegar við viðurkennum Eystrasaltsríkin, þá eru Sovétríkin á fallanda fæti, við erum með hlut af NATO, við erum með þúsundir hermann á Keflavíkurflugvelli, en við vorum ekki neinni hættu, við erum með flugher frá Bandaríkjunum á Keflavíkurflugvelli og Sovétríkin voru að falla. Sko, Kína er ekki að falla. Kína er að vaksa og þess að þú vilt ekki fara í slag við land sem getur orðið, því að við erum núna í multipolarheimi, Bandaríkin nr. 1, Kína nr. 2, Rússland nr. 3. Og áður voru við svona milli frá 91 til 2016 voru við kannski í unipolarheimi, þar sem Bandaríkin voru ráðandi, sko við gætum, ég er ekki að segja það verði, ef að Kína verður helmingi stærra hagkerfi heldur en Bandaríkin og Evrópusambandið saman, þá fer þetta að minna á unipolar heim, það sem að Kínverja getur orðið ráðandi. Ég er ekki að segja að hagvöxturinn haldi svona áfram, en ef hann heldur áfram, þá getur orðið svona, og Bandaríkin sjá, og það verður að hægja á hagvexti í Kína til þess að koma í veg fyrir þetta gerist. Þau eru byrjað á því. Það er bara hluta utanríkisstjórnar Bandaríkjanna að hægja á vexti Kína. Já, það er bara alveg lógist. Ef ég er í Bandaríkjunum, þá er eitur í beinum mínum að Kína sé að vaksa svona mikið því að ég veit að efnaðastyrkur breytist mjög fljótlega í hernaðastyrk. Þess vegna vil ég hægja á hagvexti í Kína. Og það sem er svona ironi, það sem er svona kaltæni í þessu öllu saman er það, hverjir gerðu Kína stórveldi? Voru það Kínverjar? Nei, það voru Bandaríkjamenn. Þeir hleyptu Kínverjum inn í Bretton-Woods-stofnanir, Alþjóðabankann, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þessar stofnanir unnu baki brotna því að breyta Kína í markaðshagkerfi. Ok, þeir gerðu þetta og þessar stofnanar kunna það. Fluttu störf þangað til þess að lækka launakostnað. Já, og að nýta sér vinnu, allt þetta og þau breyta Kína í, og þá var
trú aðil, það var alltaf to engage China, var alltaf sagt í Bandaríkjunum í Washington, to engage China, en þeir náttúrulega gerði sér ekki grein fyrir því ef þeir eru að Kínverjar gátu tekið upp bakkasaðgerfið en sleppt lýðræðinu og sleppt þessum mannréttindum og öllu þessum pakka, þessum vestrænu gildum, gerðu það og þá finnst Vesturlöndum, þau sitja með sártenni, hann búið að búa til eitthvað stórveldi sem bara öðruvísi en við og ekkert að fara að taka upp lýðræði í fyrirsjáanlegri framtíð og það náttúrulega bara barnaskapur að halda það að sé að breyta því þetta snýst vola mikið það að það átt að endurskapa heiminn í mynd Vestur-Evrópu, Vesturlanda lýðræðisríki, lönd séu háð hvert öðru og allir ríki séu í sömu alþjóðastofnunum, þetta átt að vera svona klubbur allir eins, þetta brást og Kínverjar sjálfsögðu stórveldi vilja semja reglur fyrir heiminn og Bandaríkjamenn gerðu þetta í Bretton Woods með alþjóðabankanum alþjóðagerðar, þau skrifuðu reglur hvernig heimurinn á að virka, hvernig heimsagagerðu á að virka og núna eru Kínverjar að byrja að gera þetta með eigin stofnunum með því að stofna innviðabanka Asíu, með því að stofna New Development Bank þeir eru byrjaðir að búa til sína eigin heim þannig að verða alltaf auðvitað átök. Þú færði svolítið langt inn í framtíðina Kína sé orðið tvöfalt stærri en Bandaríkin, stærri en Bandaríkin og Evrópa. Tvöfalt stærri en Bandaríkin og Evrópusambandið. Bandaríkjamenn séu rakin frá Asíu og eitthvað svona. Ég ætla aðeins að draga því svona lægra stittra tímaspann. Eftir innrásinni í Úkraínu að þá hafa menn komið fram og sagt að já, það bara breyttur heimsmynd og nú þarf Ísland bara að velja til dæmis Gylfi Zoëga hagfræðingur segir að heimurinn er bara breyttur og eðlilegt Ísland bara gangi inn í Evrópusambandið því að það er eitthvað voveigilegt í heiminum og þá er betra bara að vera innan múra en nú þú svolítið að tala það að við eigum að vera undir vita það að við erum undir áhrifasvæði Bandaríkjanna en við verðum að halda góðu samband við Kína og annað slíkt halda því áfram en Gylfi eiginlega að segja að já, það er bara tími að þú verður bara að velja svona vitt sætar í on. Já, ég þekki Gylfi ágætlega, Gylfi gammal skólabróður minn og ég met alltaf mikið skoðanir hans. Það sem að ég velti fyrir mig, það sem oft er þessi umræða Evrópusambandi þá að vera að horfa kannski á krónuna og það er verið að horfa á Nei, það var ekki frá honum, það var út af svona öryggisjónarmiðum og það væri alþjóðavæðingi væri að ganga tilbaka að nú væri, myndi hvert svæði fara að hugsa meira viðskipti sín á milli, það var slíkar hugsanir sem voru á bakvið þetta fullrýðingar Gylfa. En það sem ég myndi segja það varðandi Evrópusambandið. Evrópusambandið er núna 27 lönd og það er ósamstaða og þau eru ósamstíga. Hvaða lönd er það sem vilja fara inn í Evrópusambandið núna sem er að sækjum? Ef við förum í Evrópusambandið þá erum við ekki að hugsa 1 ár, við erum að hugsa áratugi því við förum ekki þannig inn og svo bara út aftur. Hvaða lönd er að sækjum að fara inn í Evrópusambandið núna? Albanía, Úkraína, Moldova, Norður-Makedónía, Svartfjallaland, Serbía, Tyrkland, Úkraína. Og hvað gerir, og svo er Bosnia-Herzegovina og svo er Kosovo að sækjum að fara þarna inn. Nú segjum að þessi lönd fari inn á næstu áratugum og við erum alltaf komin inn. Þetta eru all lönd sem að þurfa mikla aðstoð, þau eru öll fátæk. Og það sem gerist líka þá leið, ef þetta gerist, þá breytast á alltaf hlutdeildinni Evrópusambandsins, þannig að fátækulöndin verða komin í meirihluta. Þau komin í meirihluti í Evrópuþinginu og þau verða komin í meirihluti í öðrum stofnunum. Og þau vilja öll komast á velferð, þau vilja öll komast fá aðstoð, þau þurfa aðstoð og þau telja sig rétt á því. Tyrkland er 85 miljónir, Úkraína 40 miljónir, hinn eru fámennari. Þetta er óbúðslega mikið. Og því stefnaðskerfi ráði ekki við að halda svo gangandi? Nei, þetta er súpa vandamála og Þýskaland hefur sagt það að þeir vilja ekki breyta Evrópusambandinu í transferunioninu og þeir vilja ekki að það sé verið að millifæra mikla peninga upp að milli landa og milli landahópa og nú er það staðan þannig að ég fjalli mynd í bókina að Ítalía er orðin alveg gríðarlega skuldu 160% af verklega landsframleiðsluskuldirnar, Frakkland er eitthvað að nálgast 120% skuldir, helmingi meira heldur en má vera, Þjóðverjar eru komin eitthvað 70%, stóru löndin get ekki borið neitt, litlu löndin þau geta kannski sumir að borið en flest ekki og þau eru bara svo lítil geta ekki ráðið við það, svo ertu að fara að taka inn
hérna eitthvað 11 lönd sem eru öll fátæk og það er búið að rústa Úkraínu alveg gjörsamlega. Þannig sko ég er bara að segja það, ég er ekki að segja, ef eigum ekki að fara inn í Evrópusambandið, ég er ekki að segja það. Ég er bara að segja það, við þurfum að hugsa fram í tíman og hvers konar samband verður þetta ef þessi lönd öll fara inn, þau eru öll að búið að samþykja öll sem umsóknaríki, candidate countries, nema þau eru potential candidate countries Kosovo og Bosnia-Herzegovina. Við þurfum að hugsa fram fyrir nefið okkur hvers konar samband þetta og hvort við viljum vera þarna inni eða hvort það sem okkur vantar aðalega aðgangur að sameiginlegu markaði og við tökum eftir því að ríkulöndin sem eiga peninga og standa vel, Noregur og Sviss, þeim dettur ekki til hugar að fara þarna inn. Það er ekki að fara að gerast. Ef að Noregur fær inn, þá myndum við þurfa að endurhugsa allt sem við erum að gera því að Noregur borgar okkar aðganga samir Evrópsefnarsvæði sem við erum að flytja 2/3 okkar útlýsing inn á svæði ef að Noregur færi út þá er þeir borga aðgang okkar að þessu svæði. Það myndi ekki nenn að hafa okkur í Evrópsefnarsvæði. Við gætum ekki, Liechtenstein og Ísland gæti ekki borðið uppi og Sviss er með tvíhliða samninga við Evrópusambandið, þeir eru ekki hluta Evrópsefnarsvæðinu. Þú vilt ekki gera bandalag við Breta og ná samningu við Evrópsefnarsvæði? Við getum náttúrulega gert alls konar bandalag en við eins og staðir í dag þá er Evrópsefnarsvæði að virka fyrir okkur og normennir eru með okkur og þeir eru náttúrulega mjög góður liðsmaður og þeir eru að borga þetta fyrir okkur að miklu leyti og þannig að ég held að sko við þurfum að eins og staðir í dag þá bendir ekki til þess að það kerfi sig að gliðna en það gæti gliðna þess vegna þurfum við náttúrulega að hugsa það en ég er bara að segja ef við ætlum að fara inn í Evrópusambandið þá þurfum við að hugsa hvers konar samband er þetta verða næstu 10, 20, 30 árin og mér finnst umræðan á Íslandi vera óbáslega einhæf og hérna ef við ætlum Evrópusambandið eins og það var sko 92 eða eitthvað núna er það 27 lönd og þarna verður það orðið sko ef það koma 11 lönd í viðbót og 38 lönd og þetta eru hópar sem eru mjög fátækir hópar, miklu fátækir en Norðurlöndin og ég get sagt að Íslendingar hafa alltaf verið alveg gríðarlega slóðar í þróunaraðstoð Íslendingar hystalagi alltaf á tortryggningu við alþjóðastofnanir vilja ekki koma helst nálægt með einhverjum litlum stofnum, vilja helst bara tala við Washington sín mál, tvíhliðamál eða litla stofnanir eins og EFTA en vilja ekki verið í stórum hópum, hafa vantrú á alþjóðastofnunum, hafa alltaf haft það og verið alveg eindæma slóðar í þróunarmálum hafa ekki viljað veita mikla þróunaraðstoð. Þannig ég sé ekki alveg fyrir mér ef þetta verður svona mörg lönd og fátækulöndin eru komin í meirihluta og geta breytt sambandinu í eitthvað allt annað heldur en það er í dag að Íslendingar hafi mikinn áhuga því að einhverju verulegu hluta okkar fjárlögum sé að fara til að byggja upp Moldóu við fullri virðingu fyrir Moldóu eða einhver slík lönd. Við þurfum að hugsa þetta til enda. Ég er ekki að segja það að hvaða niðurstöðu við komumst að en ég er bara að segja það að það er ekki nóg og varandi því eins og það að tala um að taka upp evruna, við vitum það alveg að við þurfum að taka upp hérna við þurfum að byrja að fara í Evrópusambandið og síðan þurfum að vera þar minnst 2 ár fullnægja ákveðnum kröfum og ég er með lista í bókinni hvernig okkur hefur gengið í ríkisfjármálum og hvernig skuldastað okkur er og við erum ekkert sko í sérstaklega góðum málum að ná að fullnægja öllum kröfum að vera aðiliðin á Evrusvæðinu. Við erum okkar skuldallega hærra og við erum ofta halla á ríkissjóði þannig að ég held að Gylfi bent á þetta, Hilmar, það er ein þraut viðbót sem heldur ekki fyrir þig. Það er út af ástandinu í heiminum og eftir innrásina í Úkraínu að þá er bara komið að þeim tímapunkti að Íslendingar þurfum við að byggja upp her. Já, ég held að sko hvað segir við því? Ég held að sko ef við ætlum að byggja upp her þá er það sem við kannum að tala að byggja upp eitthvað land til segjum að við erum með 1000 manns eða eitthvað slikt í því, við erum svo lítil það myndi ekki skipta neina máli eða eitthvað stórvild myndir aðast á okkur, það slíkur her er þið bara ágreitur á nokkrum dögum. Það er verið sóun af fjármunum. Flugherr við ráðum ekki við það ráðum ekki við að hafa flugvél í landhelgisgæslunni ein F-35 orðstóta kostar kannski 15-20 milljarða og við þurfum að vera með 4-5 og svo þurfum við að vera með það er landspítali, 4 flugvélar í innkaupum þetta er bara fáránlegt jafnmikið í rekstrarkostnaði og svo þarf að þjálfa þetta og svo er gríðilega öratekni framfærir í þessu og það þá fjármagna það líka við ráðum ekkert við þetta og hérna það sem við þurfum að vera með sérsveit til þess að varðandi til dæmis bara hryðjuverk, við þurfum að hafa það og hún getur náttúrulega verið svo lítið, hún náttúrulega ekki her en við getum verið með hana, við þurfum að vera með hana síðan þurfum við að efla landhelgisgæsluna það tók okkur 74 ára að færa landhelgina úr 3 mílum í 200 og við hefum gríðarlega mikið svæði sem er mjög verðmætt
og það þjónar okkar hagsmunum að fylgjast með Norður-Atlantshafi og norður Með hverju eru það að fylgjast? Hvað séru? Með hverju eru það að fylgjast? Fylgjast með því hvað er að gerast, vera tilbúin til björgunar aðgerða. Sko það eru auðvitað Kínverjar og Rússar munu vera með meira og meira umsvif á þessu svæði og þetta Norður-Atlantshafi skiptir okkur máli og það skiptir NATO máli. Það verða átakalínur, auðvitað þurfum við að vinna þetta í samráði við NATO, en við getum verið með öflugri landhelgisgæslu og hún gæti náttúrulega kannski einhverju leyti verið meira vopnuð og komið meira inn í öryggismál, en hún náttúrulega, þetta eitthvað sem við kunnum og við höfum alveg efna á því, við erum með tvö mjög tölvöld öflugvarskip núna sem eru miklu öflugri heldur en áður þekktist. Við gætum verið með fleiri slík skip og lagt meira á okkur. Við erum langt frá því að fullnægja þessum 2% reglu NATO varandi framleiðslu. Það er eiginlega þá aukaspurningi sem ég ætla að koma með. Það er líka sagt að þetta var Trump byrjar að tala um það, að Evrópuþjóðurnar yrðu að standa við þessi 2%. Og svo þegar eftir innrásina þá bara hvert þjóðþykja fætur öðru samþykja mjög aukin útgjöld til hernaðar. Íslendingar hafa staðið alltaf þeirri trú að þetta eigi við öll ríki nema okkur. En maður myndi ætla það að einhver tíma kemur að því að hinn fátakari lönd horfa til Íslands og segja býtu af hverju kemst þessi upp með það að leggja ekki 2%. 2% eru umtalsverðið, það eru 80 milljarðar og ég held að við höfum lagt til 6 milljarðar, ég veit ekki hvað það var 2022 en 2021 það hafi verið 6 milljarðar sem hægt að eyrnamerkja varnarmálum með svona tildurlegri svona þokkalegu bókalsæfingum. 80 milljarðar eru miklu hærri upphæð. Heldur að koma með því að NATO-ríki myndi segja við Ísland að þið verðið gjöra svo vel að verja 2% í hernað. Sko, Íslendingar hafa alltaf hugsað alþjóðasamstarf út frá þrengstu eigin hagsmunum. Það hefur alltaf verið þannig. Íslendingar hafa aldrei viljað taka þátt í alþjóðasamstarfi nema þeir græða á því sjálfur. Það hefur alltaf verið þannig. Við græddum á þeirra varnarliði var þá voru við reynda að tvíliða. Við höfum aðalega sjálfstæðismenn og framsóknarmenn sem græddu á því og við höfum grætt á því að vera í NATO og við höfum alltaf og við höfum verið mjög slökið þróunarmálum. Þetta allra þróunarmál eða til alþjóðastofnana, hvað sem verið samnið hvað það er. Alltaf verið undir verkum sem við ættum að standa við. Já, þannig við höfum verið að horfa, við höfum verið mjög eigingjöld. Það er ekkert að neita þessu. Og varandi NATO, þetta er alveg rétt sem þú segir. Og þetta er hins vegar spurningin hvort að við náttúrulega höfum mjög mikla sérstöðu. Við erum ekki tæplega 400.000 manns, við náum ekki 400.000. Við erum lítil, við erum út í Norður-Atlantshafi, við erum langt í burtu frá meginlandinu. Við þurfum þá eigin forsendum að segja ok, við ætlum að eiga 2%, við ætlum að hafa þetta svona. Þannig að það þjóni, ég held að Norður-Atlantshafi og okkar landhelgi og allt þetta svæði þetta í kring og að vera með öfluga landhelgisgæslu og kannski að hún sé eitthvað meira hervætt, sé miklu skárra framlag, heldur en fyrir okkur alltaf fara að þjálfa eitthvað landher eða kaupa einhverja skriðdreka eða alltaf fara að kaupa einhverjar orðsþóttur frá Bandaríkjunum. Þannig að ég held að við þurfum að auka okkar framlög. Þannig þú ætti að segja að við þurfum að standa undir þessum 2%, við þurfum að skaffa það, en þú ert bara að fara inn að segja að það sé gáfulegur að verja peningunum öðrum hætti heldur en að kaupa skriðdreka eða þóttur. Ég held að við þurfum að leggja áherslu á okkar sérstöðu og við þurfum að hugsa hvað getum við gert til þess að koma með verðmætt framlag til NATO sem nýtist okkur líka. En við erum með heilbrigðiskerfi sem að högtir. Við erum með skólakerfi í Rörnum. Ég var nú að tala í gær námslánakerfið okkar, það er að brotna saman. Þú kannast við þetta. Allir innviðir, öll grunnkerfi samfélagsins hafa liði fyrir áratuga vanrækslu. Og þá kemur krafan það að auka framlög til hermála sem er eins og við ætlum að byggja nýjan landspítala á hverju ári. Til viðbótar. Hvernig ætlar að ná þessu í gegn? Ég er algjörlega sammálaður í því að það er mjög dapurlegt. Ég hef verið talsmaður þess að ég hef talað um þetta og þú fær nú ekki að tala slík máli í mainstream eins og við tökum bara ríkisfjölmiðlana. Ef að þú fer að tala frið í Úkraínu og þú viljið semja frið. Ég vil semja frið. Ég vildi semja Úkraínstríði. Ef að þú segir það og kemst ekki að þú verður að vera hernaðarsinni til þess að fá að tala hefur ykkur rödd í samfélaginu og ég er alveg sammála, þetta er mjög dapurlegt þegar okkur vantar að byggja upp og sko íslenska heilbrigðiskerfið hefur galla og menntakerfið
en það sterkara heldur flest menntakerfi í Evrópu eða heilbrigðiskerfi og okkar vel, ef við skoðum til dæmis í bókinni þá er ég að sína fátækt og tekjujöfnuð og slíka hluti, við komum allstaðar mjög vel út, við erum með mjög litla fátækt og við erum með gott heilbrigðiskerfi og ég sýni að COVID þá fjallaði ég það, okkur náðum góðum árangri þar í samanburði við aðra, okkar framlög samkvæmt þeim tölum sem ég er með til heilbrigðismála eru tiltölulega góð, mér sýndist að við verum nálagt 1 milljarð mann á hvern íbúa á Íslandi í heilbrigðismál, 1 milljón á hvern mann á hverju ári, það var eitthvað slíka tölu sem ég sá sem hefur að skoða Eurostat, þannig við erum að standa okkur tiltölulega vel, við erum langt í frá að vera fullkomin, en það er einmitt alveg dapurlegt að meðan að við erum meðan að mörg lönd er að fara ekki með mikla þrengingar, þá er verið að auka útgjöld til hermála. Og þetta er náttúrulega mjög sorglegt og hvað er það sem keyrir áfram stríðið í Úkraínu? Það náttúrulega eru Bandaríkin og þetta er proxy war, Bandaríkin eru þarna og náttúrulega mikill hernaður innar á bakvið þetta sem þarf að hafa stríð til þess að geta haldið áfram að framleiða og þarna eru náttúrulega hernar og hergagnaðinnar mjög farin að ráða og Evrópa dansar með þessu og ég hefði talið það að til dæmis sko ég tel að stækkun NATO til austurs séu mistök. Sko það var alveg óþarfa að taka Úkraínin. Angela Merkel, kanslari Þýskalands benti á þetta væri óráð, sama gerði forseti Frakklands, það var ákveðið að fara með þetta áfram og það voru George W. Bush sem þrýst á þetta og það hefur verið augra Rússum og Kínverjar eru náttúrulega líka telja þessi verið augra sér og nú er Xi Jinping að tala við Putin í Moskvu. Þeir líta á þessum ákveð. Er þetta að segja það að með þessari stefnu NATO sem að fara til austurs, að niðurstaðan er svo að Evrópuþjóðurnar þurfa að auka peninga til hermála sem afleiðingu af þessu í staði fyrir það að byggja upp velferðarkerfi eða þannig að þessi stefna gætur aukið á félagslegan óróleika í Evrópu vegna þess að það er að fara nýjir peningar til hermála sem hefðu átt að fara til þess að styrkja samfélaginu. Það er alveg klárt að þetta eru rangar áherslu að mínu mati. Ef við sjáum þessu COVID þá erum við að fara illa út úr COVID og mörg lönd illastödd með gríðarlegan hallar ríkisfjármálum. Það er þegar að það gerist að COVID kemur þá er heilsfaraldur og þá breytast forgangsraðir þá afnemur Evrópusambandi reglurnar um 3% halla á ríkissjóði og afleið líka skuldatölurnar og þá eru heilbrigðismálin komin í forgang og fyrir efnahagsmálin þá var mikill halla á ríkissjóði og löndin voru illa stödd fyrir og svo eru þau enn verið stödd eftir COVID og þá kemur Úkraínustríðið og þá þurfum við að fara að jafna sig og fara að borga niður sína skuldir og þá hækka vextirnir og þá eru þau rekin í þá fyrir þetta stríð í gang. Þetta er náttúrulega versta sem hægt er að hugsa sér. Og þá hækka vextirnir. Já. Og þá þú þurft að auka útgjöldin til hermála. Já, þannig að þessi lönd eru í mun lakari stöðu en þau væru ef þetta stríð hefði ekki brotist út. Þess vegna þurfum við að koma að friði. Stríðið er frá framboðslið. Þannig að þetta er ekki demand management, þetta er svona frambóðslið, þar að segja það verður skortur á vörum, það er alls konar vandræði, það verður skortur á orku því það eru bara hreinlega eins og í Úkraínu mikið tölvöld innríki, það vantar vörur og annað og þá myndast þessi verðbólga og raunvextir eru að hækka, þetta getur komið á stað fjármálakrísu, þannig að það eru gríðarlega vandamál í heiminu sem stafa þessu stríði og það var alveg óþarfi að fara í að tala að stækkun Úkraína fari í NATO 2008 vegna þess að Úkraína var ekkert að fara í NATO og Bandaríkin vil ekki Úkraína í NATO og Evrópusambandsstaðildin var líka óþarfi því að Evrópusambandið vill ekki sjá Úkraína í Evrópusambandinu og vill að allra síst núna þannig að þetta voru bara mistök og það heldur sérstætt að Kínverjarnir sjá að skilja Rússana og standa með þeim í þessu máli á meðan að við segjum bara nei, ég meina við sjáum það Ekki viltu standa með Rússunum? Hvað séru? Ekki viltu standa með Rússunum? Ég vil ekki standa með Rússunum en Rússland er þarna og það verður þarna og þetta eru 150 milljónir og við verðum að lifa með þeim, einhvern veginn og það hefði þetta bjóða Rússum eitthvað allur kostnaðin sem að þessu lýst, eyðileggja Úkraínu, allur kostnaðin sem að þessu lýst, hann er alveg gríðalegur. Þannig að í mínum dómi það var óþarfi að augra Rússum með stækkun NATO til austurs. Nú segja aðilar að þetta hafi bara verið að Putin, hann hafi ætlað að breyta ná Sovétríkjunum tilbaka
og hann hafi ætlað hann hafi ætlað að búa til svona empire, rússneskt empire, tala það. Sko Putin hefur sagt eftir því sem ég best en hefur sagt það, sko, ef þú saknar ekki Sovétríkjana, þá hefur ekki hjarta. Ef þú ætlar að endur þessu Sovétríkin, þá hefur engan heila. Og ég trúi því ekki að Putin hefur ætlað að ná, þú voru 15 Sovétlýðveldi og 3 þeir eru komin inn í Evrópusambandið. Hann ætlaði að taka þau öll inn og svo hann ætlaði að taka öll leppríkin. Hann hefur ekkert capacity, hann ræður ekki eins og við Úkraínu. Rússland ekkert í góðum stöðu efnahagslega og er ekki sérstaklega sterkt heldur hernaðarlega en við sjáum það betur og betur. Ég trúi þessu ekki, ég held að það hafi verið óþarfa ögrun og þetta hafi ekki verið svo þörf fyrir það vegna þess að Vesturlönd voru ekki tilbúin að stíga þessi skref hvort þið var. Þannig að ég held að sko Vesturlönd hafa sumleiti verið klaufsk að eiga við Rússland, til dæmis tökur Búdapest. Þau eru að borga kostnað við það núna. Þetta Búdapest samkomulagið. Hverju voru það sem að sögðu Úkraína láta að hendi sín kjarnorkuvopn til Rússlands? Hverju voru það? Voru það Rússar? Nei, það voru Bretar og Bandaríkjamenn sem gerðu það. Sögðum að láta hendi sín kjarnorkuvopn. Ég hefði ekki gert það. Þetta var gert 1994. En Hilmar, ég var að því áðan fórstu svo langt inn í framtíðina, nú ertu komin svo til langt inn í fortíðina. Ég er eiginlega bara að spyrja sko afleiðingarnar fyrir Evrópu og okkur náttúrulega. Þetta með að komi allt í nú krafa ofan á eftir COVID, eins og þú ert að benda á, þá aukast skuldir ríkjana. Síðan kemur innrásin, vextin hækkað, þannig að skuldirna verða þungbærari. Og þá er samhliða krafa að verja stærri hluta af ríkisútgjöldum til hernaðar sem að veikir umverulega möguleika ríkjana á að reka velferðaríki. Já, það er alveg klárt. Og getur kallað yfir sko félagslega upplausn í Evrópu. Já, það er alveg klárt. Og varandi Ísland náttúrulega þá eru við langt frá því að fullna þessum kröfum, en til dæmis við tökum Pólland og Íslandsþykkin, þau eru þegar komnir yfir þetta á fram yfir. Það er rosalega sóun í þeim löndum að eyða peningunum í þetta. Auðvitað er þetta sóun og sérstaklega tekur eins og Íslandsþykkin sem er ekki með velferðarkerfi og telja sig ekki hafa efna að vera með velferðarkerfi. Þau eru búin að missa mikið af sínu unga fólki út, þannig að þau til dæmis bara af því þau eru búin að missa út fólki sem er á háskólaaldri. Ég meina Íslandsþykkin þegar þau urðu sjálfstæð þá voru þau eitthvað þau voru eitthvað 8 milljónir og Svíþjóð sama, 8 milljónir. Nú eru þau innan við 6 milljónir og Svíþjóð yfir 10. Og þau eru búin að missa sitt yngsta fólk út, þá skattgrunnurinn er farin, þau get ekki farið tilbaka í velferðarkerfi því að fólki sem borgar skatt og myndi að halda þessu upp er farið. Og svo eiga þau núna að fara að eyða meira til hernaðamála, skilur í stað, og þegar voru að senda heri til Afganistan á sín tíma 2008-2009, þá voru þau á sama tíma að loka skólum og heilbrigðiskerfinu, en það er algjörlega rangar áherslur, ég er algjörlega sammálaður í því. En það er lítið rætt þetta að forseta þess að byggja upp velferð í álfunni og er að þessi friður í henni. Já, ég er alveg sammála því, en ég meina auðvitað þurfum við Íslendingar höfum samt sem áður í öryggismálum verið eftirbátar í NATO og við vilja vera þar, en það eru mörg lönd eins og Pólland og lönd að fara langt fram með þessi 2%. Og það er ákveðin sóun og líka þegar löndin eru orðið mjög skuldu og þá breytast forgangsraðirnar, en ég meina þetta er staðan sem við stöndum fram fyrir í Úkraínu. Staðan í Úkraínu þannig í dag að báðir ætla að vinna. Forseti Frakkland segir að Úkraína verða að vinna en Rússland megi ekki tapa, og fyrir mér er það ekki hægt annarkvort, það getur ekki báður unnið og ef einn vinnur þá tapar hinn og ég skil ekki alveg hvað hann er að fara, en það sem er í dag er það að Úkraínumenn gera kröfur á Rússa, þeir gefi all land eftir og áður en að byrja að semja við þá, sama gera Rússar, ef að þið ætlið að semja okkur, þá verður það viðurkenna við erum með 120.000 ferkilometra af Austur-Úkraínu á okkar valdi pluss Krímskagan. Og þetta þýðir áframhaldandi stríð í Evrópu. Kannski leggja Kínverjar kröfur á Rússa, þannig þeir neyðast til þess að semja. Kínverjar... Væntingar fundin í forsetana? Kínverjar hafa sagt það, ég er nú með þessa pappíra fyrir fram með það sem að þeir segja að þeir tala respecting the sovereignty of all countries, the sovereignty, independence and territorial integrity of all countries must be effectively upheld, segja þeir. Og það segja að þú verður að virða landamæri og sjálfstæði ríkja. En það er bara vandamálið í þessu að hvað kalla þeir að landamærin séu. Rússar eru búin að innlima
stóra hluta af Úkraínu og þýðir þetta það hvaða landamæri viðurkenna Kínverjar. Kínverjar eru hallin undir Rússa. Ég heldur að það geti verið þannig að Kínverjar hafa hagað því að verið samið um frið. Ég held að Kínverjar ekki hagað því að verið samið um frið. Kínverjar hafa enga sérstakann hagað því. Þeir vilja, þeir hafa mikið. Bæði Bandaríkin og Kína, þeim ósárt það að þetta stríð var í næstu árin. Kínverjar náttúrulega í valdabröldi í baráttu við Bandaríkjamenn. Og þeir þurfa að hafa aðganga að Rússlandi og kannski veikingur Rússlands kannski ekki verða fyrir þá. Þeim sárvantar auðlindir. Nú verið að færa gasleiðslurnar sem að Nord Stream 2 var eyðilagt og þá verið að byggja Power Siberia 2 leiðslu. Kínverjar vilja fá gasið frá sem Evrópa átt að fá til sín. Þannig að það ekkert alveg augljóst hvar þeirra hagsmunir liggja. Þeir þurfa auðlindir frá Rússlandi. Þeir gætu líka þurft land frá Rússlandi. Þeir þurfa líka að vera vinnað með Rússlandi á norðurslóðum. Þannig að ég veit ekki, ég hefði ef þú ert að hugsa land sem gæti raunverulega kannski verið milligöngu aðili, þá finnst mér eiginlega Indland vera frekar land sem gæti gert það. Þeir eru að mæta á G7-fundi hjá Bandaríkjunum, þeir eru í BRICS með Kína, þeir kaupa á vopna Rússlandi. Þeir fengu Sáta og Írani til að tala saman sem nú eiginlega afrek. Já, og það vekur athygli ef þú tekur BRICS að Kínverjarnir eru að taka forystu og þeir eru að fá lönd inn, það ekki bara það eru Indland með þeim í BRICS og það eru Suður Afríka og það Kína og Rússland þarna líka og svo vill Argentína koma inn, Íran vill fara inn, Sádi-Arabía vill fara inn og Brasilía þarna fyrir. Þannig þú sér bara að þetta gríðarleg valdablokk sem að myndast á bakvið Kína og þess vegna hefði raunverulega... Þess vegna getur ágætt fyrir Kínveri að Evrópa sé veik? Það ekkert víst að það sé Kínveri til vandrað. Bara málið það að Rússar ekkert einangraðir í heiminum. Þeir eru einangraðir í Vesturlöndum en þeir ekkert einangraðir í heiminum og Kínverjar að mynda vissa valdablokk gegn Bandaríkjunum og þannig að það ekki alveg kannski ljóst hvar þeirra hagsmunir liggja og svo spurningin hvort það fara út í það að láta Rússa hafa vopn. Það má spyrja sig ef að Vesturlönd geta látið Úkraína hafa vopn, ég meina geta þá Kínverjar þetta ekki allt til fjandans í heiminn ef Kínverjar fara að skaffa Rússum vopn. Við náttúrulega Kínverjar hafa taktu Víetnamstríðið. Kínverjar og Sovétríkin þá var Kína ekki það sem að Kína í dag. Nei, en það alveg rétt, það komið kjarnunguvopn. Jú, þess vegna hef ég verið að segja það skiptir svo miklu máli að loka þessu stríði vegna þess að það er svo mikil hætta eftir sem þetta dregst á langinn, það er svo mikil hætta á útbreiðslu á þessu stríði. Það er svo mikil hætta á útbreiðslu og hún alltaf staður og það spurningi nú verið að tala að fara með orðstótturinn sem árásávopn. Og stríð bara, þau stækka og breiðast út ef þau ekki stoppuð, það bara hannig. Já, þau stækka og breiðast út og það alltaf að vera meira hætta og það eitt sem að Putin gæti ef hann telur sig ekki eiga, þess vegna segir Macron, Úkraína þarf að vinna en Putin má ekki tapa, að það má ekki ganga of langt því að hann gæti sagt bara okkur, ég sprengi kjarnorkusprengju í Vestur-Úkraínu bara eins langt frá landamærum Rússlands sem ég get, hann gæti gert það og ég held að þá myndi stríðinu vera lokið eins og skott. Vesturland myndi segja, við ætlum ekki að fara í kjarnorkustríð fyrir Úkraínu, þá er þessu lokað eins og skott. Það held ég. Herðu, Hilmar, það gaman að tala við þetta, þú er lífandi á þessu. Gaman að tala við bara allan heiminn, voru ekki að tala allan heiminn? Ég held það. Þú stjórnar, takk að þér. Gerðu. Herðu, við snúum okkur að næsta máli eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og helgispjall.